Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 717 haldinn í Ráðhúsi Reykjanesbæjar þann 21. apríl árið 2026 klukkan 17 er hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Helga María Fimbusdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Sandes, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd ekki Hrefna Gunnarsdóttir. Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir er hér ritari með okkur í kvöld og Kjartan Má Kjartansson bæjarstjóri. Kæru bæjarfulltrúar, á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 7 mál á dagskrá. Ef ég fæ hljóð í salinn, vinsamlegast bæjarfulltrúar, tillið ykkur og fá ykkur sæti. Kærar þakkir. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 7 mál á dagskrá, fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. apríl, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. og 17. apríl, fundargerð velferðarráðs frá 9. apríl, fundargerð menntaráðs frá 10. apríl, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 16. apríl, svo er það 7. mál Myllubakkaskóli stækkun á íþróttamannvirki og að lokum 7. mál ársreikningur Reykjanesbæjar 2025 fyrri umræða. Nú en virðulegu bæjarfulltrúar, áður en við höldum að stað hér með formlega dagskrá á bæjarstjórnarfundinum okkar hér í dag, er komið að hátíðlegri stund þar sem einn af okkar bæjarfulltrúum er að sitja hér sinn 100. fund. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir er 45 ára verkefnastjóri í íslensku sem öðru tungumáli og starfar hér hjá okkur í Reykjanesbæ á menntasviði. Halldóra er menntaður grunnskólakennari og hefur lokið framhaldsmenntun í kennslu blindra og sjónskertra ásamt meistaragráðu í menntun og margbreytileika. Halldóra hefur á kjörtímabilinu sinnt störfum forseta bæjarstjórnar, formanns bæjarráðs og leyst af sem bæjarstjóri. Hún hefur einnig verið varabæjarfulltrúi á fyrra kjörtímabili 2018-22 þar sem hún gegndi formennsku í velferðarráði. Forseti langar að biðja þig Halldóra Fríða að koma hér upp og þykja þakklætisvott bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fyrir þakkir fyrir þín frábæru störf í þágu bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Hvað þáttur? Já, að stilla þessu. Afsakið íbúar hér bein útsending en sumt þar að mynda. Komið. Innilega til hamingju með 100. titilinn. Ef þið kæru bæjarfulltrúar, þá byrjum við formlega dagskrá og við erum komin á fundargerðum bæjarráðs frá 9. og 16. apríl og orðið er laust fundargerðirnar. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Margrét Sandes, jú, víst, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, að undir fundargerð bæjarráðs á 1560. fundur er fjölbrautaskólinn í erindi, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, og ég verð að segja að ég reiknaði með og við vorum örlítið búið að ræða það en það komst ekki framkvæmt að við værum með bókun varðandi Fjölbrautaskólann en mér finnst skrítið að halda þennan fyrsta bæjarstjórnarfund eftir hvað uppákomið sem kom fram núna í vikunni þar sem að, eða í síðustu, að þegar að skólameistari til margra ára sagði sögu sinni lausri og var búin að fá nóg eftir fund með menntamálaráðuneytinu. Og þar kom fram og það sem kom fram varðandi fjárveitingu. Það hefur komið fram hjá ákveðnum aðilum hér inni og bent á að það eru fjárveitingar til stækkun Fjölbrautaskóla Suðurnesja og við vitum það að það er töluvert minna en búið var að skrifa undir eða svo er minnskilningur. Við sjáum líka að til margra ára hefur Fjölbrautaskóli Suðurnesja, hann stóð vel
á tímabili fyrir mörgum árum síðan, en eftir þessa miklu fjölgun sem hefur orðið á svæðinu hafa fjárveitingar ekki fylgt þessari miklu fjölgun. Og ég vildi bara flagga þessu, ég vil lýsa yfir miklu vonbrigðum með þetta og ég vona að hér að við förum ekki að munnhöggvast að þetta sé bara allt í lagi, heldur eigum við bara öll að standa saman það að auka virðingu og veg Fjölbrautaskóla Suðurnesja eins og hægt og við Sjálfstæðisflokkurinn þegar okkar flokkur var í ríkisstjórn þá stóð aldrei á okkur að fara fylgdu liði til ráðuneytisins eða ráðherra málaflokka eða hvað sem eða bókanir að það á ekki að skipta máli. Við erum hér fyrir bæjarbúa og þess vegna vil ég bara flagga þessu máli þannig að það sé alveg á hreinu að við stöndum með ykkur Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, já, mig langar bara að taka hér undir orð bæjarfulltrúa Margrétar Sanders þetta. Við höfum litið stöðuna mjög alvarlegum augum. Það að skólameistari hér farsæll í starfi í 40 ár við þennan skóla segi upp og þær fréttir lásum við inn á heimasíðu skólans. Það voru þær upplýsingar sem við fengum að okkur var mjög brugðið við það og við fengum svipaðar útskýringar í fyrra líka þegar það barst í fréttir að ekki væri fjármagn til þess að stækka skólan. Ef þær upplýsingar eru ekki réttar að þá gott að fá þær og við stöndum fremst í því að styðja það að skólinn verði stækkaður af því ekki vanþörf á. Mér langar að taka undir það að þetta algjörlega hafið yfir alla pólitík. Þegar við förum að leita aðeins aftur á upplýsingum þá bókuðum við saman samband sveitarfélaga á Suðurnesjum á aðalfundi 2022, aftur á aðalfundi samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 2024 nákvæmlega sama mál og hér megum við nefnilega ekki verða viðkvæm fyrir því hver í hvaða ráðuneyti eða hver í ríkisstjórn og hver ekki. Af því á þeim tíma þá var meira að segja úr okkar röðum mennta- og barnamálaráðherra. Þannig að þetta þegar kemur að því að vernda hagsmuni samfélagsins okkar, þá það algjörlega hafið yfir alla pólitík og við höfum alltaf staðið saman í því. Þannig að það engar pólitískar ádeilur hér á bakvið. Hjörtur Magnús Guðbjartsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, verandi meðal annars starfsmaður í Fjölbrautaskólanum og tek ég hjartanlega undir. Þetta var bæði stór og rosalega skrítinn dagur áhrifamikil athöfn þegar sérstaklega nemendur skólans gengu út fylltu liði í lok dags og slepptu og gengu úr tímum til að styðja sinn skólameistara. Það var líka rosalega mikil óreiða á upplýsingu fyrst sinn að því að verknámsaðstaðan var alltaf inni, það snerist aldrei 1800 fermetra verknámsaðstöðun og hún var alltaf inni, en sko bráða neyðin á þessum 600-700 fermetrum sem skólan vantar og skortir fyrir bóknám, því hefur ekki verið svarað og þar náttúrulega stóri vandinn og ég tek undir með bæjarfulltrúa Halldóru og Margréti burtséð frá allri pólitík. Mér finnst líka bara bæjarmálapólitík og landsmálapólitíkin alveg, hún nánast ekkert sameiginlegt oft á tíðum því að okkar sameiginlegi hagur alltaf Fjölbrautaskóli Suðurnesja, skiptir þá engu máli hver í ríkisstjórn eða neitt. Við þurfum að standa áfram hörð á því og berjast fyrir því að þessi stækkun á bóknámi komi inn líka
og eins og einhverjir muna eftir á fundi bæjarfulltrúa með þingmönnum kjördæmisins, þá sagði ég á þeim fundi þegar var rætt þessa 1800 fermetra, þá þurfum við að byrja að berjast fyrir næstu stækkun, því að þetta er ekki nóg. Þetta er bara einn partur verknámi, vissulega frábært og á sér líka rót frá tíma fyrri ríkisstjórnar. Þetta er eitthvað sem var ekki fundið upp 1-10, þetta er búið að vera margra ára ferli í ráðuneytinu með kjörnum fulltrúum allra flokka og ég held að þetta sé eitt af þessum málum sem enginn á heiður að, heldur bara allir saman, af því að það er enginn sem talar þannig að nei, fjölbrautaskólinn þarf ekkert meira. Við erum öll sammála um það, við erum öll á einhverjum tímapunkti búin að vera hamast og pota og fólk nánast komið með áfallastreitu röskun á þingi út af okkur, sem er bara gott. Ég held að við þurfum að halda áfram þannig og halda áfram að hamast og hamast og hamast, af því að einmitt eins og í gögnunum sem komu út frá þessari tilkynningu skólameistara er hvað við höfum verið bara hunsuð í gegnum tíðina sem svæði. En sterkt og öflugt og vaxandi og þetta svæði er, þá virðist alltaf gleymast að hækka til okkar stuðningi frá hinu opinbera og því þarf að breyta og það er snarasta. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, í ljósi þeirra umræðu sem er hér, þá óska ég eftir fundarhléi. Forseti getur orðið við fundarhlésbeiðni Margrétar Þórarinsdóttur og gerum hér stutt hlé.
Velkomin aftur á fund bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Hér tókum við stutt hlé og gerðum sameiginlega bókun allra bæjarstjórnar sem hljóðar svo. Bæjarstjórn lýsir yfir áhyggjum af þeim fréttum sem bárust af uppsögn skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja og óskar eftir að máli verið tekið á dagskrá bæjarráðs miðvikudaginn 22. apríl næstkomandi. Og undir þessa bóku rita allir bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar, þannig að bara til að gera langar svo stutt að langa forseta að bera hér upp þessa beiðni að vísa þessu í rauninni umræðu sem kom hér upp til fundar bæjarráðs. Forseti fær hér hendur á loft. Kærar þakkir fyrir það öll sömul. En við erum hér ennþá að ræða fundargerðir bæjarráðs ef að fleiri bæjarfulltrúar vilja taka til máls undir þeim fundarlið. Svo er ekki, þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Takk fyrir það. Nú við höldum áfram og við erum komin að öðru máli á dagskrá fundarins en það er fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. og 17. apríl. En líkt og ávallt eru hér mál sem við þurfum að samþykkja sérstaklega og hefur forseti yfirferð á þeim málum. Nú við erum með mál númer 2, Helguvíkurhöfn, breyting á deiliskipulagi, en í þessu mál erum að ræða breyting á deiliskipulagi fyrir hafnasvæði Helguvíkurhafnar, viðlegukanti og lóð fyrir skipa og olíutanka. Auglýsing tillögunnar er lokið og lagt hefur verið fram samantekt umsögnir og viðbrögð sveitarstjórnarinnar. Hér er umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja deiliskipulagsbreytinguna og að hún verði afhent Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun til endanlegrar afgreiðslu. En orðið er laust mál númer 2. Hér hefur enginn hvatt sér hljós þessi samþykkja máli vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú, mál númer 5, Stapabraut 21. Hér erum að ræða breyting á deiliskipulagi fyrir lóðina þar sem gert er ráð fyrir að núverandi bygging sem stendur á stærstum hluta innan byggingareits A svokallar verði þar áfram. Í breytingunni er þó gert ráð fyrir að viðbygging vestanmegin við núverandi byggingu verði reist en auglýsing á deiliskipulagsbreytingunni er lokið og engar athugasemdir bárust á kynningartíma. Þó kom fram ábending frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja þar sem bent er á að lóðin stendur á verslunar- og þjónustusvæði en það geti girt fyrir það að embættið geti samþykkt rétthafa breytingu og eða nýja starfsemi. Umhverfis- og skipulagsráð heimilar hér deiliskipulagsbreytinguna og að hún verði afhent Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun til endanlegrar afgreiðslu. Orðið er laust. Hér hefur enginn hvatt sér hljós þess sem samþykkt geta máli vinsamlegast gefið þess merki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin að máli númer 6, Seilubraut 1, auglýsingaskilti, en í þessu máli er verið að sækja byggingarleyfi fyrir skilti á suðaustur enda lóðar samkvæmt uppdrætti frá Verkfræðistofu Suðurnesja frá 17. febrúar síðastliðnum. Umsögn vegagerðarinnar liggur fyrir en vegagerðin heimilar ekki skiltið með vísan til 90. grein umferðarlaga og út frá því hafnar umhverfis- og skipulagsráð erindinu. Orðið er laust mál númer 6. Hér hefur enginn hvatt sér hljós þessi samþykkt geta máli vinsamlegast gefið merki. Og hér er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú mál númer 8, Heiðarbrún 15. Í þessu máli er íbúi að sækja byggingarleyfi í umfangsflokki 1 fyrir breytingar úti við húsi sem feli sér stækkun á aðkomusvölum, nýjum útitröppum og steyptum skjólveggjum í takt við aðaluppdrætti frá JS Arkitektum frá nóvember og mars. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð umsóknina með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda og heimilar jafnframt að tímabil grenndarkynningar verði stytt. Þannig að þetta er hér borið fram, mál númer 8, opið til umræðu, kæru bæjarfulltrúar. Hér hefur enginn hvatt sér hljós, þeir sem samþykkt geta máli vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú, við höldum áfram mál númer 9, Sjávargata 33A. Í þessu máli er glórað að leggja fram breyttan uppdrátt fyrir hönd Skýr fjárfestingar, þar sem óskað er eftir því að fjölga sér íbúðum úr 10 í 17. Sama erindi hefur áður borist og var grenndarkynnt með fresti til 1. janúar 2022. Erindi var þá ekki fylgt eftir með umsókn en byggingarleyfi innan árs
frá afgreiðslu fundar Öskráðs nr. 343 og síðan staðfest í bæjarstjórn þann 17. september árið 2024 og því viðkomandi afgreiðsla fallin úr gildi. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð umsóknina með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda og heimilar jafnframt að stytta tímabil grenndarkynningar. Orðið laust. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykki þetta máli vinsamlega skeiðamerki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú mál númer 10 kemur hér næst og það Þórustígur 22. Hér að ræða viðbyggingu við núverandi bílageymslu að Þórustíg 22 þar sem fyrirhugað að taka niður núverandi bílageymslu sem 40 fermetrar og byggja þess í stað 2 íbúðir. Stærð þeirra verður 90,5 fermetrar. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir erindi með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda. En orðið laust mál númer 10. Þeir sem samþykki þetta máli vinsamlega skeiðamerki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú mál númer 11 Njarðvíkurheiði urðunarstaður fyrir óvirkan úrgang framkvæmdaleyfi. Í þessu máli deildarstýra umhverfismála að óska eftir framkvæmdaleyfi fyrir hönd Reykjanesbæjar fyrir 3 borholum sem verða notaðar til að fylgjast með ástandi á grunnvatni í takt við starfsleyfi urðunarstaðar. Meðfylgjandi umsókninni fylgir starfsleyfi frá Umhverfis- og orkustofnun fyrir urðunarstað ásamt starfsleyfi fyrir jarðborun frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja. Framkvæmdin í samræmi við skilmála aðalskipulags og hefur engin varanleg áhrif og því fallið frá grenndarkynningu. En hér umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja framkvæmdaleyfi í takt við 5. málsgrein 13. grein skipulagslaga. En orðið að sjálfsögðu laust mál númer 11. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykki þetta máli vinsamlega skeiðamerki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú mál númer 12 Ægisgata lagnir framkvæmdaleyfi. Í þessu máli Reykjanesbær að óska eftir framkvæmdaleyfi fyrir fráveitulögn við Ægisgötu í samræmi við gögn frá tækniþjónustu SA. Framkvæmdin í samræmi við skilmála aðalskipulags og fallið frá grenndarkynningu. Hér umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja framkvæmdaleyfi í samræmi við 5. málsgrein 13. grein skipulagslaga. Orðið laust mál númer 12. Halldóra Fríða, það biðjum orðið. Þeir sem samþykki þetta mál númer 12 vinsamlega skeiðamerki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti. Róbert Jóhann Guðmundsson hefur beðið hér orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem undir máli númer 2 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs númer 386, Njarðarbraut milli norður- og suðurfitja deiliskipulag. Og mér leyfi forseta langar mig að fá að lesa upp bókun meirihluta umhverfis- og skipulagsráðs. Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs leggur fram eftirfarandi bókun. Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs fagnar því að unnið sé deiluskipulag fyrir þennan annasama vegakafla í heild sinni. Yfirlit matsþátta og einkunnir eru lýsandi og gott að fá skýra niðurstöðu sérfræðinga úrlausnir á götunni. Það einnig í lok skýrslunnar tiltekin tímaröð, forgangsröð framkvæmda þar sem horft til heildarsamhengis og áfangaskiptingu sem taka mið af framtíðar uppbyggingu kerfisins í heild sinni. Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs sammála EBLU í greiningu sinni að rétt og skynsamlegt sé að gera hringtorg við Víknaveg, við Vallarás, við Bergás og við Grænás og sammála hægri inn og útbeygju við Bolafót sjávargötu. Að sama skapi meirihlutin sammála skipulag gönguleiða og þverana Njarðarbraut en telur brýnt að kanna þessi möguleikar þess að gera gönguleiðið á Fitjabakka einnig. Meirihlutin vill þó breyta forgangsröð framkvæmda á þennan hátt. Númer 1. Hringtorg á Njarðarbraut við Bergás og gönguleið austan Njarðarbrautar frá Fitjum að Fitjabakka og örugga þverun gangandi á Njarðarbraut. Númer 2. Hringtorg við Njarðarbraut við Grænásveg. Númer 3.
hringtorg við Njarðarbraut við Víknaveg. Númer 4, hringtorg við Njarðarbraut við Vallarás. Og númer 5, hægri inn, hægri út við Njarðarbraut við Bolafót sjávargötu. Meirihlutinn telur mikilvægt að bæta aðgengi Ásahverfis að Njarðarbrautinni og tryggja örugga þverun gangandi yfir Njarðarbrautina með gerð hringtorgs við Bergás. Grænásringtorgi fer síðan næst af stað ásamt undirgöngum í Grænásbrekku fyrir gangandi og hjólandi umferð. Með þessu fyrirkomulagi meirihlutinn að beina sjónum sínum að því að greiða fyrir umferð inn og út úr Ásahverfi og samhliða því að leysa umferðaröryggismál fyrir hverfið. Telur meirihlutinn þessa forgangsröðun vera skynsamlega en þegar hefur verið samþykkt í bæjarstjórn að byggja hringtorg við Bergás. Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs vill á sama tíma beina því til bæjarráðs að rýna í kostnað og setja upp í það minnsta til bráðabirgða hraðahindrun á Grænásveg við Njarðarbraut til að efla öryggi gangandi og hjólandi vegfarandi gatnamótin. Lausn til framtíðar verða undirgöng undir Grænásbrekku en hægt að bregðast við til skemmri tíma með hraðahindrun til að hægt sé að komast örugglega yfir þessi fjölförnu gatnamót. Og undir þetta skrifa Róbert J. Guðmundsson, Eysteinn Eyjólfsson og Helga María Finnbjörnsdóttir. Og ég vil að lokum bara fagna því að þetta mál komið á það stig að það sé farið að gera deiluskipulag yfir Njarðargötuna. Kærar þakkir fyrir þetta. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég sem sagt í minnihluta í umhverfis- og skipulagsráði og í þessum sama lið, þá sátum við hjá og ég var nú búinn að hripa hérna upp svona smá nokkra línur og ég ætla aðeins að renna yfir ástæðuna. Síðastliðin 4 ár þá hef ég sitið í þessu umhverfis- og skipulagsráði og bent á mikilvægi þess að huga sé að umferðaröryggi gangandi og hjólandi, barna og fullorðinna við Njarðarbrautina. Vandamálið á sér miklu lengri sögu heldur en þessi 4 ár. Meirihlutinn sem situr núna hefur að mínu mati ekki gert mikið þarna til þess að bæta umferðaröryggi nema að setja blátoppa og lagfæra nokkra göngustíga. Njarðarbraut, hún liggur sem sagt frá hringtorginu við Krossmóa og alla leið út af Stapabraut. Það er alltaf svo gaman að nota þetta kort hérna. Hún er hérna sýnileg og liggur alla leið hérna út af ramma. Á þessari leið eru fullt af gatnamótum. Og við Krossmóan til dæmis, og ég er búinn að segja þetta svo oft, það er gangbraut frá KFC yfir að Hamborgarabúlunni og þessi gangbraut er allt og nálægt hringtorgi. Þarna hefur verið alvarleg slys, banaslys og ekki hefur verið gert neitt í því. Þegar þú labbar yfir þessa gangbraut frá KFC þá lendur þú inn á grasbala og dóttir mín er í danskompani, hún er oft að tala um þetta við mig að hún kemst ekki þessa leið í danskompani ef hún þarf að fara þarna yfir. Við bílaplanið á Krossmóa, þar sem við beygir inn í Nettó, bæði norðan og sunnanmegin, þar skapast miklar umferðartafir af því það virðist vera erfitt að gefa séns þarna, þannig að fólk virðist safna röðum til þess að beygja inn og út og þetta er bara stórhættulegt svæði. Þarna mætti til dæmis setja hægri inn og hægri út eins og er við Nesvelli aðeins sunnar og gengur ágætlega og þar beygir fólk til hægri fyrir hringtorgi og aftur tilbaka eða út af bílaplaninu og inn á Nettó og þaðan yfir í Frekjuna. Þetta er svona smá, má alveg hugsa þetta betur. Það er ekki nokkur möguleiki að komast inn á Njarðarbrautina frá Hafnabraut og Hjallavegi.
Og við erum heldur betur búin að vera að standa í brasi með Hjallaveginn þar sem umferðin fer öll inn í Hólagötu og Holtsgötu með tilheyrandi brasi og íbúarnir ekki ánægðir. Og fyrirtækiseigendur auðvitað líka. Fólk stingur sér þarna inn til þess að flýta sér inn í hringtorgið við pizzuna á Borgarveginum. Grænásvegur, þar er auðvitað bara skelfilegt ástand á álagstímum og þess utan. Og þó að ég sé búin að tuða mikið yfir hringtorginu við Óbí að þá bjargar það einhverju þarna því að fólk sem keyrir niður Grænásveginn, það beygir til hægri, fer inn í hringtorgið til þess að komast norður Njarðarbrautina. En það tekur oft langan tíma því að fólk sem ætlar að beygja til vinstri þarna heldur fastri umferðinni upp alla brekkuna. Fólk næri jafnvel ekki að beygja til hægri til þess að flýta fyrir. Þarna mætti gera helling, til dæmis til bráðabirgða, hafa hægri inn og hægri út, til þess að fólk bara beygji þá út í hringtorgið og þá værum við jafnvel búin að leysa hellingsvandamál. Við höfum sett þarna blátoppa við Grænásafleggjarann og ég veit ekki hvort að þið hljóti nú öll að hafa keyrt þarna í myrkri og þetta er jafnvel verra að hafa blátoppana því að það kemur svo mikill bjarmi af þeim á gangbrautina að þú sérð ekki þegar einhver skýst inn á gangbrautina úr myrkrinu. Þannig að þetta getur verið að þetta sé jafnvel hættulegra. Maður sjá, svo erum við komin að Fitjabakkanum. Hér var auðvitað sett niður hringtorg þvert á vilja íbúa, þvert á vilja fyrirtækiseigenda og þarna var bara verið að hugsa hraðan á framkvæmdum, lítinn kostnað og til að hafa það ódýrara þá voru göngu og hjólaleiðunum sleppt. Hugsa það seinna. Ekki var hugsað heildarmyndina og það átti bara að drífa þetta af og nú er verið að tala að setja hringtorg við Bergásinn sem er tæplega 150 metra frá. Þarna hefði alveg verið hægt að staldra við en við ætlum ekki að fara inn á það. Það á að fara í hringtorg við Vallarás og við Víknaveg og inn á risastórt þjónustuplan Bónus og Orkunnar á Fitjum. Þar á að skipuleggja hægri inn og hægri út á Víknaveginum og ekki búið að hugsa fyrir lausnum við Klettásinn. Já, þetta er það sem var umræðan í ráðinu. Þar á að vera hringtorg við Víknaveg og annað síðan mislæg gatnamót á Reykjanesbrautinni og þessi Víknavegur á að vera, að því sem ég skildist á umræðinni, hægri inn og hægri út inn á bílaplani hjá Orkunni. Mér finnst það ekki alveg að gera sig, en Njarðarbraut frá Víknavegi og að Stapabraut er svo villta vestrið. Þar á að koma, eða átti að koma hliðarvegur sunnanmegin til þess að komast inn á þjónustulóðurnar. Og ef þú skoðar þetta á korti, sem ég hveti ykkur til þess að gera, að þá er gangbraut vestamegin við Víknaveg til að komast yfir Njarðarbraut og næsta gangbraut er vestamegin við, hvað heitir hringtorgið, við Atlantsolíu, ég man nú ekki. Þannig að gangandi vegfarandi, hann kemst ekki inn á allar þessar þjónustulóðir eða reiðhjólandi eða hvernig sem hann kemur. Kemst ekki inn á þessar þjónustulóðir og þarna er alls konar þjónusta. Ég ætlaði nú að renna yfir það, en ég hef bara ekki tíma. En þarna er til dæmis fatabúðir. Þó það sé ekki bara bílatengt þjónusta þarna, þá er fatabúðir og alls konar þjónusta og það er engin gönguleið inn á þessi þjónustusveið. Það hefur ekkert verið gert í þessu. Ég hef endalaust bent á að það er endalaust verið að funda og endalaust verið að ræða þetta. Lítið gert, nú eru að koma kosningar og þá var bara að samþykkja bara fyrstu hugmyndina og flýta sér að því.
það var bara að henda á þessu hringtorgi við Bergás, þó að það hafi verið talað um að það ætti að fara fyrst í Grænásshringtorgið og svo í undirgöngu við Grænásinn. Og mér finnst við ekki vera að skipuleggja þetta nógu vel. Mér finnst við ekki vera að ræða þetta nógu vel. Þetta er ekki gert bara til næstu 2 vikna, þetta er gert til framtíðar. Okkur minnihlutanum í umhverfis- og skipulagsráðinu, okkur fannst forgangsröðunin sem sérfræðingarnir höfðu lagt til betri og við viljum auðvitað fá þessi undirgöng undir Grænásinn. Af því að á bæjarstjórnarfundi sem var í júní 2025, þar voru lagðar til 3 tillögur. Einu þeirra var að fara í hringtorg við Fitjabakkann sem að við vorum ekki sammála minnihlutinn. Næsta var hringtorg við Bergás sem að við vorum ekki sammála. En það var öll bæjarstjórn sammála því að fara í undirgöng fyrir krakkana, fyrir fótgangandi og hjólandi og það eru þetta ekki bara krakkar. En við vorum öll sammála umferðarörygginu fyrir krakkana þarna í þessu hverfi. Og nú á að færa það aftar. Við sátum því hjá og hentum í bókun undir miklum þrýstingi og hún hljóðaði svo: Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá en eru þó sammála mikilvægi þess að Njarðarbraut verði deiliskipulögð og í meginatriðum sammála tillögum Eflu. Sjálfstæðisflokki finnst mikilvægt að leggja aðaláherslu fyrst á hringtorg við Grænás á Njarðarbraut og hanna í framhaldi tillögur að umferðaröryggi gangandi og hjólandi vegfarenda bæði við Grænás og Fitjabakka og ætti sá hluti því að vera í forgangi. Og undir þetta rituðu Guðbergur Reynisson og Gunnar Felix Rúnarsson í Sjálfstæðisflokki. Og ég ætla svona, að því ég er búin að hafa smá tíma til þess að hugsa, þá langar mig að henda í bókun hérna núna á fundinum. Og hana hafði ég hripað niður í síman hjá mér. Og með leyfi forseta. Vegna fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 10. apríl 2026. Sjálfstæðisflokkur er sammála mikilvægi þess að Njarðarbraut verði deiliskipulögð og í meginatriðum sammála tillögum sérfræðinga Eflu. Þeir sérfræðingar setja í fyrsta forgang hringtorg við Grænás og Njarðarbraut og segja að það myndi leysa afkastagetu og öryggi á meginás. Sjálfstæðisflokkurinn situr því hjá þar sem tillaga meirihlutans snýr að því að breyta forgangsröðun sérfræðingana. Sjálfstæðisflokkurinn fagnar því að í framhaldi verði hannaðar tillögur að umferðaröryggi gangandi og hjólandi vegfarenda bæði við Grænás og Fitjabakka og telur mikilvægt að hraða þeirri vinnu. Búið var að samþykkja að hefjast ætti handa við undirgöng undir Grænásbrekku fyrir gangandi vegfarendur eins og kom fram á bæjarstjórnarfundi fyrir tæpu ári síðan eða 3. júní 2025. En þar segir í bókun meirihlutans: Auk þess mun meirihlutinn halda áfram forgangsröðun sinni til að bæta umferðina Grænás en það verkefni er í hönnun nú þegar og mun fara af stað strax á næsta ári, sem er þá 2026. Samhliða því er stefna meirihlutans að setja undirgöng undir Grænás til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Nú er í bókun meirihlutans eftirfarandi: Til framtíðar verða undirgöng undir Grænásbrekku. Við spyrjum því hversu lengi eiga íbúar í Ásahverfi að bíða eftir til dæmis undirgöngum undir Grænásbrekku. Og undir þetta rita Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders, Alexander Ragnarsson og Margrét Þórarinsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Helga María Finnbjörnsdóttir hefur beðið orðið og meðan hún gengur hér til púlsins þá vill forseti árétta það að það er gangbraut við útkeyslun á Bergás sem að bæjarfulltrúi gleymdi að nefna hér í yfirferð sinni. Gjörðu svo vel, Helga María. Já, forseti og bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðri góðir gestir. Og ég bara er svo, þetta var svolítið erfiður fundur fyrir mig. Ég verð að segja það, þessi umhverfis- og skipulagsráðsfundur, því það voru mikil vonbrigði að við gátum ekki náð sátt þetta, því að þetta er stórt mál.
og mikilvægt og minnihlutinn er mikið búinn að ræða umferðaröryggi á þessu svæði og við erum að svara því núna. Við erum að stórbæta umferðaröryggi bæði fyrir bíla og gangandi og hjólandi vegfarendur sem fara þetta svæði. Og þess vegna var þetta bara svolítið, bara erfitt fyrir mig að við gátum ekki náð sáttum þetta, ég verð að segja það. Bæjarfulltrúi Guðbergur talar að Njarðarbrautin er löng og að það vantar úrbætur á fleiri stöðum á brautinni sem er sérstakt, ég verð að segja það. Því að 5. desember síðastliðinn þá samþykktu við í umhverfis- og skipulagsráði að heimila vinnslu deiliskipulags á þessu svæði eða frá Grænás að Vallarás. Og það var eining innan ráðsins. Svo í byrjun febrúar þá er lagt til í ráðinu aftur að lengja þetta svæði frá Bolafæti að Víknavegi og aftur reyning það innan ráðsins. Þannig að það hefur ekki komið til tals innan ráðsins að stækka þetta svæði þannig að það eigi við alla Njarðarbrautina. Þannig að mér finnst þetta bara eitthvað svona afsökun til þess að samþykkja þetta ekki. Við fengum ráðgjafa frá Eflu sem unnu þetta heildstætt frá Atilu á þessu svæði og mátu, öll gatnamótin þarna með tilliti til líka ofanbyggðarvegsins sem á að koma og það sem þau lögðu til meðal annars var hringtorg við Bergás vegna þess að það stórbætir öryggi gangandi og hjólandi vegfarandi á þessu svæði. Og við erum bara sammála að það sé mikilvægt að gera það strax til að bæta þarna úr. Þannig að mér finnst bæjarfulltrúi Guðbergur verið svolítið í þversögnu sjálfan sig í þessu máli. Segir að það er ekkert gert nema blátoppar og svo þegar við ætlum að gera eitthvað, þá er það ekki samþykkt. Ráðgjafarnir frá Eflu, þeir lögðu meira þess að til við Grænás að þar yrði núna sett upp umferðarljós. Því að eins og umferðarflæðið núna að þá gagnast umferðarljós á þessu svæði. En til lengri tíma litið, bara með aukinni umferð, þá mæltu við með hringtorgi við Grænás. Þannig að það er ekki nauðsynlegt núna, en til lengri tíma litið er það mikilvægt. Og við ákváðum, meirihlutinn í umhverfis- og skipulagsráði, að taka þetta bara alla leið strax, að setja hringtorg við Grænás, sem að mér finnst bara skynsamlegt. Og það er númer 2 í forgangsröðunni, á eftir hringtorginu við Bergás sem stórbætir öryggi, gangandi og hjólandi vegfarenda. Þannig að, þetta voru bara vonbrigði. Bara, út að við erum búin að ræða þetta margoft eins og hefur komið fram. Við vorum sammála að vinna deiliskipulag fyrir þennan vegakafla. Þannig að þetta er bara margt sérstakt. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Já, virðulegi forseti, hér erum við með mál sem heitir Njarðarbraut milli norður og suður fitja deiliskipulag. Og hér fór bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson yfir eitthvað allt annað en það til þess að lýsa því hvað Njarðarbrautin er löng, en efni fundarins var ákveðið svæði sem umhverfis- og skipulagsráð var að bíða eftir að fá niðurstöður frá Eflu Það kemur mér líka töluvert og óvart að þarna erum við að reyna að vinna að lausn í málum sem skiptir okkur öll miklu máli sem snýr að umferðarflæði og umferðaröryggi. Við fáum aftur sérfræðinga að borðinu sem koma með tillögur og þarna kom mismunandi sýn minn og meirihluta á það í hvaða forgangsröð ætti að framkvæma þessar framkvæmdir en þær verða framkvæmdar engu að síður. Hér fór bæjarfulltrúi Guðbergur yfir bókun minnihlutans að minnihlutin er sammála mikilvægi þess að Njarðarbrautin verði deiliskipulögð
og í meginatriðum sammála tillögum Eflu. Þannig að það er kannski ekki aðalega það sem ég er að velta fyrir mig hér, heldur hef ég tekið eftir ákveðnu mynstri hjá Sjálfstæðisflokknum í hjásetu. Og ég spyr af hverju að sitja hjá. Það er í mínum huga ekki afstaða. Það er bara miklu skýrar að vera það bara á móti. Og þetta á ekkert við bara þetta mál en við tölum oft þetta í umhverfis- og skipulagsmálum. Því miður. Þannig að aðalatriðið í mínum huga er hér. Þar sem við erum að taka ákvörðun þetta sérstaka mál. Að Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá í afgreiðslu máls sem snýr að því að bæta umferðaröryggi og umferðarflæði. Mig langar bara að hvetja Sjálfstæðisflokkinn til að þora að taka ákvörðun og alvöru afstöðu, hafa kjark til að vera þá á móti af því að við erum svo sannarlega ekki kosin af íbúum til að sitja hjá. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Varstu ekki með upprétta hönd á það? Ok, Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Við þurfum ekki aðstoð oddvita Framsóknar til að segja okkur hvernig við greiðum atkvæði. Við þurfum þess ekki vegna þess að okkar afstaða er skýr. Málið í heild sinni er gott og þú greiðir ekki á móti máli sem er gott. Það væri galið. Við erum ekki á móti því að deiliskipuleggja hlutan hvað þá alla Njarðarbrautina sem bæjarfulltrúi Guðbergur benti á og er bara gott að halda á lofti í þessu samhengi og er algjörlega á dagskrá þar sem við erum að tala samfellu í veg. Það er verið að deiliskipuleggja hluta og ég verð að segja að það er ekki oft sem að ég er mjög ánægð með aðila, sérfræðinga sem koma með tillögur af því að oft þekkja menn að okkar mati ekki nægilega vera aðstæður og svo framvegis, þannig að við erum ekki alveg sammála og ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn heldur aðrir flokkar líka. Þarna eru eins og myndi, ef ég fæ að sletta, spot on. Ótrúlegt vegna þess að þetta er bara óhreina barn Evu í bænum. Frá því að ég ólst hér upp og þá hefur þá kölluð Reykjanesbraut sem kallast Njarðarbraut núna verið til vandræða. Það hafa orðið gríðarlega fjöldi slysa barna og það hefur fjölgað gríðarlega og umferð hefur aukist gríðarlega, þannig að þetta eru ekki einfald lausn sem við erum að finna þarna. Það er annars vegar að við viljum að bílaumferðin gangi nokkuð greiðlega fyrir sig. Og ég var svo sannarlega vörfiða áðan þegar ég átti að mæta hér klukkan 4 að þegar ég er að leggja stað úr miðri Njarðvík, korter í að dugar mér ekki til þess að komast hingað. Það er bara sérstakt. Þannig að litla Reykjavík, með leyfi forseta að gantast með það er að kalla okkur litlu Reykjavík, að það er af sömu leyti talað það í gríni, en það er auðvitað vegna þess að við finnum fyrir þessum umferðarþunga. Og við erum auðvitað stórt sveitarfélag, en við erum ekki eins stór og Reykjavík og skrítið að þurfa að sitja í bíl langtíma saman. Forseti er að grípa hér frammi fyrir mér og ég ætla að segja það sem hún sagði, það er enginn að halda þig fram, en það sagði ég eflaust sagt í gríni. En þá er hún búin að koma sínu máli á framfæri, þannig að ég vonast þetta að fá frið í ræðustól hér. En Efla kemur með frábæra skýrslu og ég ætla að hæla meirihlutanum og formanni umhverfis- og skipulagssviðs sem að væntanlega hefur haft forgöngu á að farið var í þessi mál, enda verum við sammála þar. Við erum pólitískt ósammála, annars værum við öll í sama flokki. En það eru ákveðin mál sem ég hefði haldið að við værum sammála
og það eru umferðaröryggismál. Þannig ég ætla að snúa þessu við, þessari vandlætingu og hneykslun meirihlutans að hafa að bæjarfulltrúi Guðbergur og varabæjarfulltrúi Gunnar hafi setið hjá vegna þess að ég skil það mjög vel, vegna þess að skýrsla Eflu segir bara hreinlega að í lok skýrslunar þá skrifa þeir tímaröð framkvæmda, þar sem þeir leggja ofur áherslu á að fyrsta lagi verðir farið í Njarðarbraut og Grænásveg og þeir segja þar forgangur á lykilgatnamótum Njarðarbrautar, Grænásvegar og Víknavegar leysa afkasta getu og öryggi megin rás og þar fyrir ofan rökstuðningurinn að allt annað fylgi sig hana eftir þessu. Áður en ég ræddi við Guðberg Einarsson bæjarfulltrúa, þá las ég þetta yfir, þá var ekki spurning í mínum huga að þetta væri rétt, eftir að hafa lesið skýrslu þeirra. Annað sem að ég gerði var að ræða við íbúa Ásahverfis vegna þess að mér fannst að forgangsröðun þeirra hefði verið af Njarðarbraut Bergás. Það sem að þau segja við okkur, og ég vil taka það fram að það ekki búið að ræða við alla íbúa Ásahverfis, þau nefndu að ef að ekki verður farið í Grænásbrautina og leyst þessu vandi að keyra niður Grænásbrekku og svo inn á brautina, þá mun umferð aukast gríðarlega Bergásinn og fólk mun nýta þá leið til þess að flýta fyrir sér. Og það það sem að við höfum áhyggjur af, en við lýsum yfir ánægju með þessa vinnu, við lýsum yfir ánægju með að umhverfis- og skipulagsráð hafi þó unnið þetta. Þannig að sitja hjá þýðir einfaldlega það að það væri mjög skrítið að ákveða að greiða atkvæða móti í þessu mikilvæga máli. En okkur og við teljum að fara í eftir og ítreka tillögu sérfræðinga Eflu og hefjast handa við Njarðarbraut Grænásveg og sama tíma og það sé gert hægt að gera undirgöngin undir Grænásbrekkuna fyrir gangandi vegfarendur. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, já, Margrét svaraði nú kannski svolítið fyrir mig, en ég vildi nú svona bara henda inn að ég var ekki bæjarfulltrúi Helga, ég var ekki á móti þessari deiliskipulagningu, ég bara benda á að það hefði geta verið hægt að gera hana stærri og meiri og taka alla Njarðarbrautina því hún öll hættuleg. Og þegar þetta mál var á þessum blessaða fundi, þá lagði ég margoft til að forgangsröðunni yrði breytt. Ég var sammála öllu öðru en ég vildi að forgangsröðun væri breytt. Og það var algjörlega, við vorum settir upp við vegg að ef við samþykktum ekki það sem að lagt var til af meirihlutanum, þá værum við bara á móti. Og ég vil ekki vera á móti þessu. Þess vegna sátum við hjá. Af því að þetta mikilvægt. En forgangsröðunin fannst okkur ekki bara skynsamleg. Að mati sérfræðinga líka. Þess vegna sátum við hjá og bæjarfulltrúi Halldór Friða, það þurfti kjark til þess að sitja hjá. Af því að það hefði verið auðvelt að vera á móti þessu, en ég ekki á móti þessu nema forgangsröðin. Og það var erfitt að vera bara á móti henni. Hjörtur Magnús Guðbjartsson, gjörðu svo vel. Þess að hingra á meðan hann hækkar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og góðir gestir. Mér langaði að lýsa ánægju minni yfir nýju deiliskipulagi á Njarðarbrauti, sérstaklega þeim parti sem kemur að höfninni, Njarðvíkurhöfn, aðgangur hennar, og ég okkar að taka það sérstaklega fram að það var vel hlustað á málstað hafnarinnar í þessu máli. Það
breytingar og uppbygging sem við höfum hugað að og við höfum oft komið inn á hérna í bæjarstjórn skipta miklu máli fyrir samfélagið og umferðartengingarnar þar svo sannarlega líka og að því að ég veit að bæjarfulltrúum mjög umhugað höfnina, hún allt fyrir okkur. Þá vildi ég bara að það kæmi sérstaklega fram að þarna í þessu deiliskipulagi sérstaklega hlustað á vilja og þarfir hafnarinnar. Já, kæra þakkir bæjarfulltrúar fyrir að mestu ágæta umræðu. Forseti vill koma hér aðeins upp undir málinu og vill þakka meirihluta umhverfis- og skipulagsráð fyrir greinargóða bókun málefni Njarðarbrautar. Kannski aðeins til að ávarpa það sem kom hér fram áðan í málflutningi bæjarfulltrúa Guðbergs Reynissonar að hann fullyrti hér að hringtorg við Fitjabakka hafi verið í óþökk fyrirtækjaeiganda. Það ekki alls kostar rétt því að Krónan, Byko og Gæludyr.is lögðu mikla áherslu á að hringtorgið yrði til að anna umferðin á svæðið og við það var líka hægt að geta tekið vinstri beygju frá Njarðarbraut inn á OBS sem var stórhættulegt. Hér var líka haldið því fram að verið endalaust að funda. Þetta skrítið þegar allir fulltrúar samþykja það að fara í heildardeiliskipulag á götunni og það liggur fyrir að það tekur tíma en samt vera kvart yfir að það taki tíma. Það verður að teljast sérstakt. Að lokum kom fram hér punktur frá bæjarfulltrúa Guðbergi að það væri verið að færa aftur umferðaröryggi. Það heldur ekki rétt því að tillaga forgangsröðun 1 frá meirihluta umhverfis- og skipulagsráðs að byrja á hringtorgi við Njarðarbraut við Bergás og gönguleið austan Njarðarbrautar frá Fitjum að Fitjabakka og örugga þverun gangandi yfir Njarðarbraut. Og ég alveg þess fullviss að þið eins og forseti hefur séð fólk hlaupa yfir götuna sem stórhættulegt. Þannig að það eðlilegt og það gott mál að það búið að setja þetta í forgang, númer 1. Þannig að það sé verið að leggja til hér að færa aftur umferðaröryggi bara ekki rétt. Forseti vil lesa hér upp bókun meirihluta bæjarstjórnar sem hljóðar svo. Nú má með sanni segja að farið hafi verið faglega og vel yfir Njarðarbraut í heild sinni þessa mikilvægu lífæð í okkar frábæra bæ. Búið að rýna ákveðna hluta götunar, rýna kosti ofanbyggðavega, rýna öll gatnamót götuna frá norður að suðurenda með sérfræðingum eflu í umferðargreiningu ásamt því að horfa sérstaklega til umferðar og aðgengi gangandi og hjólandi vegfarenda. Nú hér komin fram áætlun forgang verkefna við Njarðarbraut þar sem lagt til að hafist verið handa sem fyrst á hringtorgi við gatnamót Bergás ásamt því að byrja á gönguleið austan Njarðarbrautar frá Fitjum að Fitjabakka og að skapa verið örugga þverun fyrir gangandi yfir Njarðarbraut. Þess utan var lögð áhersla á að fara sérstaklega í bráðaaðgerðir fyrir gangandi og hjólandi með uppsetning og hraðahindrun fyrir botni Grænás til að tryggja öryggi íbúa Ásahverfis og annarra í göngu sinni yfir Grænásveginn. Þetta gott mál, þetta ábyrgt mál og þetta skynsamlegt fyrir Ásahverfið og fyrir öryggi íbúa yfir þessa fjölförnu götu. Eftir að þessari framkvæmd í fyrsta fasa lýkur munum við halda strax áfram í fasa 2 og fara af stað með hringtorg við Grænásveg, síðar við Víknaveg, síðar Vallarás og lokum gatnamót Njarðarbrautar við Bolafót Sjávargötu. Nú liggur fyrir að öll greiningavinna hefur farið faglega fram. Umhverfis- og skipulagsráð hefur tekið fyrir málefni Njarðarbrauta á fjölda funda. Nú kominn tími til aðgerða. Hér liggur fyrir fund bæjarstjórnar í dag tillaga meirihluta umhverfis- og skipulagsráðs forgangsröðun framkvæmda við Njarðarbraut. Forgangsröðunin skynsamleg og hefst á því að hleypa íbúum Ásahverfis örugglega út úr hverfinu og með þeirri aðgerð erum við að draga úr álagi Grænásveg. Þannig getum við stuðlað að því að draga úr umferðarhnútum sem myndast við götuna og á það sérstaklega við klukkan 8:04 á daginn. Það vekur því furðu að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gátu ekki samþykkt tillögu sem felur í sér að framkvæmd geti hafist núna fljótlega í sumar við hringtorg við Bergás
gönguleið frá Fitjum að Fitjabakka og örugga þverun Njarðarbraut sem eðlilegt forgangsmál þessarar bæjarstjórnar. Hvar liggur umhyggjan Ásahverfi nú þegar kemur að því að hefja raunverulega framkvæmdir? Hvar liggur umhyggjan öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda eina fjölförnustu götu sveitarfélagsins ef ekki hér? Ef ekki núna? Er það bara út af því að þetta gott mál fyrir íbúa Reykjanesbæjar eða hentar það minnihluta Sjálfstæðisflokksins illa út á komandi sveitarstjórnarkosningum? Að sjálfsögðu mikilvægt að hefjast handa við Grænás sem allra fyrst, en aðgengi íbúa Ásahverfis og öryggi gangandi og hjólandi ætti eðlilega að fá forgang og síðan Grænás þar strax og eftir. Það er stærri framkvæmd og tekur lengri tíma en hér getum við brugðist við fljótlega, skuldum við Ásahverfinu það ekki. Bókun lýkur. Það líka alveg ljóst að sé hönnunarvinnu við Grænás ekki lokið, þá er hægt að fara í hana samhliða því að við förum og reisum Bergárshringtorgið. Það er ekki eitt og svo annað í röðinni. Við munum halda áfram þéttleika þessa svæðis og þegar við lokum Grænás sem að þarf að skipuleggja vel út af umferðarþunganum, þá þarf að vera hægt að fara í undirgöngin samhliða. En þetta kæru bæjarfulltrúar, hið ótrúlegasta mál og hér erum við ekki sammála, en forgangsatriði meirihluta umhverfis- og skipulagsráðs og meirihluti bæjarstjórnar tekur undir það að auðvelda íbúum Ásahverfis að komast út úr hverfinu og vonandi samhliða því minnka álagið Grænásveg. Út af því að ég hef keyrt þarna út og stundum loka í augunum þegar ég keyri út af því að ég sit þarna í 7 mínútur. Þetta er ekki boðlegt og þetta er eitthvað sem við getum farið af stað með fljótlega. Nú loksins öll gögn liggja fyrir og við erum tilbúin. Orðið er laust. Hér hafa ekki fleiri hvatt til hljóðs undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs þessi samþykkja fundargerðina vinsamlegast gefið merki. Já, þið eru búin að skila því. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú kæru bæjarfulltrúar, þá erum við komin að 3. máli hér í kvöld sem fundargerð velferðarráðs frá 9. apríl. Orðið er laust af fundargerðina og hér er Sigurrós Apparsdóttir. Gjörðu svo. Kærar þakkir, forseti. Forseti og bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hingað undir fund velferðarráðs þann 9. apríl síðastliðinn og ætla að vekja athygli á allavega 2 málum. Það er mál 1, það er frumkvæðisathugun á vinnslu barnaverndarmála. Þarna kom Henný Úlfarsdóttir, teymisstjóri barnaverndarþjónustu, á fundinn og lagðar voru fram niðurstöður frumkvæðisathugunar Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála. Og skipað hefur nú þegar verið úrbótateymi og vinna er hafin við gerð úrbótaáætlunar sem lögð verður fyrir Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála eigi síðar en 29. apríl. Og stefnt að því að innleiðingu úrbóta verði lokið fyrir árslok 2026. Það verið að bregðast einmitt skjótt við sem jákvætt og því að þetta er okkar viðkvæmasti málaflokkur. En þessi skýrsla opinber á síðu Reykjanesbæjar undir velferðarráð, fundargerð velferðarráðs og þarna var verið meðal annars að hnýta í verkferla, verklag og lagagreinar. Verklag ekki í samræmi við lagabókstafinn og svo fleira. En í rauninni eru athugasemdirnar tækifæri til þess að við getum passað upp að kerfi virki vel og verði betra. Síðan mál númer 2, starfsáætlun farsældarráðs Suðurnesja 2026, ávísun á farsæld. Þarna kom Hjördís Eva Þórðardóttir, verkefnastjóri farsældar á Suðurnesjum, eða farsældarbarna á Suðurnesjum á fundinn til okkar og þið sem voru á SSS-fundunum núna síðasta 10. apríl síðastliðinn sáu sömu kynningu sem var mjög áhugaverð.
Ég segi nú bara, mikið vorum við heppin og lánsöm að fara í þessa vegferð síðasta sumar í samstarf að hafa Hjördísi til að rýna í þetta fyrir okkur, vinna að þessum málaflokki með okkur, því að það er alveg auðséð að þetta er ekki bara hennar vinna, heldur þetta svo mikið, afsakaði ég sletti, passion hjá henni. Hún er svo mikið innlifun og þegar hún er að útskýra hluti. En á þessu fundi þá tilkynnti hún kynnti verkefnið ávísun á farsæld, heildstætt þróunarverkefni sem sameinar heilsugæslu, skólakerfið, frístundir, íþróttir og fjölskyldu barna. Markmið er að fjölga úrræðum á fyrsta stigi og efla enn frekar heildræna stuðning við börn og fjölskyldur á Suðurnesjum. Velferðarráð þakkar einmitt Hjördísi fyrir góða kynningu og bókuðum einmitt að við teljum mikilvægt að framlög Jöfnunarsjóð sveitarfélaga styðji betur við uppbyggingu í þjónustu svæðisins. Í samanburði við framlög til annarra landshluta er áberandi hversu lág framlög Jöfnunarsjóðs til Suðurnesja eru. Þannig langar mér aðeins að staldra við, því nokkra punkta var ég einmitt að pikka á þessum fundi. Við erum mun lægri heild, við fáum lægri heild úr Jöfnunarsjóði og við berum okkur til dæmis við Akureyri. Oft miðum við Akureyri af því það er svipaður íbúafjöldi, en þá er einmitt framlag per íbúa frá sjóðunum 66.000 krónur til Akureyrar, en til Reykjanesbæjar eru 40.000 krónur per íbúa. Og það sem stakk mig er að samkvæmt þessari greiningu Hjördísar, þá er þjónustu álagið meira hér á okkar svæði, miðað við önnur landshlutasvæði. En að sama skapi þá er svæðið okkar líka undir fjármagnað og einmitt það skortir fjármagn inn á svæðið okkar. Þetta þarf að leiðrétta þessa skekkju sem hefur verið í ár eftir ár, í nokkuð mörg ár. Skekkju sem er kerfisbundið þvert yfir stofnanir, lögreglan, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, sem dæmi. Eins og þegar við berum okkur saman við fjölbrautaskólann okkar, því við vorum nú einmitt að tala um hann í rauninni rétt áðan. Fjölbrautaskóla, já, sem sagt Fjölbrautaskóli Suðurnesja og Fjölbrautaskóla Suðurlands. Þá miðað við nemendafjölda skólans, þá er það 360 milljónir á ári sem vantar upp á til að Fjölbrautaskóla Suðurnesja standi jafnfætis Fjölbrautaskóla Suðurlands. Skólinn okkar, FS, færi lægsta framlagið á nemenda af öllum bók- og verknámsskólum á landinu. Þetta kemur allana í glærum frá Hjördísi. Munurinn er 380.000 krónur á hvern nemanda á ári. Er það sanngjarnt? Ekki það, við erum ánægð með að Fjölbrautaskóli Suðurlands er að fá fjármagn, ekki misskilja mig, en við viljum auðvitað vera jafnfætis og sambærilega við önnur svæði á landinu. Því eigum það skilið. En samt sem áður, þá er starfsfólk Fjölbrautaskólans okkar á Suðurnesjum að gera kraftaverk, og ég ætla að leggja áherslu orðin mín, kraftaverk, því að samkvæmt þeim gögnum sem Hjördís lagði fram, þá erum við með minnsta brottfall úr skóla á landinu, eða langt undir landsmeðaltali. Þarna verð ég nú að segja bara að skólinn er bara vel rekinn. En auðvitað var líka eitthvað jákvætt sem hún kom með, hún Hjördís. Hún lagði til dæmis fram að tómstundir erlenda barna í Reykjanesbæ er aukast. Líðan barna og ungmenna er betri. Þegar litið er á mælingu á landinu, heilt yfir, og glæsilegra verður það ekki, því að þau lesa sér til skemmtunar. Tækifærin til jöfnunar er því betra hér en á landinu. En eitt sem ég hjó eftir, sem er mjög áhugavert, að Reykjanesbær er
eyða hlutfallslega mestu miðað við tekjur íbúa í til dæmis menntamál miðað við önnur sveitarfélög. Já, það er alveg hægt að segja það að þegar við fáum fjármagn þá erum við svo sannarlega að setja fjármagn á rétta staði. En nóg að þessu, dropinn hólar steininn og við þurfum einmitt öll að standa saman og berjast fyrir okkar svæði því að við eigum svo flottan mannauð sem býr hér í Reykjanesbæ. Þá langar mig bara líka til að vekja athygli á 5. máli. Það er fjárhagsaðstoð og sérstakur húsnæðisstuðningur. Í mars í fyrra, mars 25, fengu 147 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð. Og fjöldi barna þar á bakvið voru 53. En núna, mars 26, fengu 92 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð og fjöldi barna 22. Við höldum áfram að berjast. Áfram við. Orðið er laust fundargerð velferðarráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt til hljóðs þess að samþykkt geta fundargerðina frá 9. apríl vinsæla skeiðamerki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að máli númer 4 fundargerð menntaráðs frá 10. apríl síðastliðnum og orðið er laust þá fundargerð. Forseti getur hafið hér yfirferð á málefnum fundarins, en í máli 1 kom hann Magnþór Breki Ragnarsson, verkefnastjóri viðhalds og nýframkvæmda á fundinn og fór með okkur í þrívíta ferð Myllubakka og Holtaskóla þar sem við gátum séð nýlega stöðu á framkvæmdunum. Framkvæmdir við báða grunnskóla ganga vel og eru á undan áætlun og sjálfsögðu fögnum við því. Í máli 2 tók menntaráð fyrir þarfagreiningu frá skólastjóra Njarðvíkurskóla ósk skólans að fá til sín lausa kennslustofu til að setja við öspina sem er sérhæft námsúrræði fyrir fatlaða nemendur. Menntaráð tók undir rökstuðning þarfagreiningarinnar og samþykkti fyrir sitt leyti að laus kennslustofa, svokölluð svíta, yrði flutt til Asperna til að auka við húsnæði námsúrræðisins enda mikilvægt og þarft starf þar unnið og orðið þröngt starfsemina. Menntaráð vísaði því erindinu til bæjarráðs sem er í anda gæðaferlis Reykjanesbæjar. Í 3. máli fengum við erindi frá Holtaskóla nýtingu á skólavöllum svokölluðu fyrir námsárið 2026-7 fyrir frístundaheimili skólans en verið að biðja helminginn af húsnæðinu í 1 ár. Ljóst er að miða við framkvæmda hraða við enduruppbyggingu Holtaskóla mun allt almennt bekkjastarf flytja í aðalbyggingu skólans nú í haust 2026 en mjög þröngt urði frístund í skólanum og því leita eftir því að fá nýta rými skólavalla í 1 ár meðan beðið er að klára aðstöðu frístundar inn í skólanum. Menntaráð tók undir þarfagreiningu Holtaskóla og vísaði málinu til bæjarráðs í samræmi við gæðaferil Reykjanesbæjar fyrir utan einn fulltrúa menntaráðs, ef forseti man rétt. Skóladagatöl grunnskólana fyrir skólaárið 2026-7 voru lögð fram og verða birt á heimasíðum skólana og hvetur forseti foreldra og forráðamenn að kynna sér þau. Og að lokum í máli 5 fór Helgi Arnarsson, sviðsstjóri menntamála, yfir stöðu innritunar í leikskólanum okkar. Og ánægjufréttirnar eru þær að öll 233 börn sem fæddir árið 2024 í sveitarfélaginu okkar hafa fengið úthlutað leikskólaplássi í sveitarfélaginu. En nú er verið að greina stöðu plássa til að bjóða næstinn 2025 árgangnum og eiga elstu börnin í þeim árgangi að byrja að fá úthlutað pláss nú í lok apríl. Meirihluti menntaráðs virtist þó bara geta fagnað þessari niðurstöðu sem sýnir að átak Reykjanesbæjar í að fjölga leikskólum á kjörtímabilinu er að skila okkur þeirri stöðu að fjölga hefur verið 3 nýja leikskóla og við munum ná markmiðum 18 mánaða inn í leikskólan okkar. Þannig að það er gleðilegt. En orðið er laust fundargerð menntaráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt til hljóðs, þeir sem samþykkt geta. Ertu að samþykkja fundin eða ertu að biðja orðið? Gjörðu svo vel frá Margrét Sanders.
Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. 5. mál í fundargerð menntaráðs var að okkur skilst af okkar fulltrúa sent inn að mér skilst og miðnætti og verið að óska eftir að setja þetta á dagskrá og það var meirihlutinn sem samþykja að setja þetta á dagskrá. Þannig að okkar fulltrúar voru bara akkurat ekkert undirbúnir undir hvað ætti að setja fram eða hvernig þetta er. Þannig að þráttur að vera í meirihluta þá er bara ákveðna reglur sem gilda. Og ef að við ætlum að taka til dæmis hér mál á dagskrá bæjarstjórnar, þá erum við ekki bara þannig að meirihlutin ákveður það. Þið í meirihluta hafið algjörlega unnið vel með okkur á kjörtímabilinu og er væntanlega bara í samþykktu bæjarins að það gengur ekki svona vinnubrögð. En þar sem að Harpa Björg Sævarsdóttir og Ríkharð Ibsen frá D-lista bókuðu að það var eftirfarandi sem ég langar bara að ítreka og það er að fulltrúar D-lista fagna því að embættismenn og starfsmenn Reykjanesbæjar sé að bregðast vel við þeirri gagnrýni sem hefur verið á stöðu leikskólamála í sveitarfélaginu. Ljóst er að það verður áskorun að koma þessum málum í gott horf, brýnt er að fylgja þessari vinnu eftir svo við sjáum betri tölfræði og stöðu sem til stendur að kynna í maí. Þannig að reyna að segja það að minnihlutinn ekki geta fagnað einhverju sem að var bara einhvað sem að var í einhverju hugarafli hugarheimi einhvers, það er ekki svoleiðis. Þetta var bara hent þarna inn bara til þess að koma með að menntaráð myndi fagna einhverju. Sko talandi að það sé að koma kosningar sko. Að ég er enn móðguð eftir síðasta máli að reyna að koma með það að sé út af kosningum. Það er bara alls ekki þannig. Þannig að ég allavega vil bara óska eftir að það veri betur staði að málum í menntaráði þannig að ef það er verið að taka nýtt mál inn að það sé þetta gert með samþykki þeirra aðila sem að eiga setu í menntaráði. Já, forseti vil aðeins, forseti forseti sér Halldóru Fríðu, bara aðeins að koma fram smá leiðréttingu um þetta mál. Nú vill svo til að frábæri ritarinn okkar í menntaráði situr hér í dag og það var sendt út tilkynning 20 mínútur í 2 deginum áður, það var ekkert á miðnætti neitt. Við vildum vita upplýsingar stöðu innritunar sem er bara mikilvægt mál að vita fyrir menntaráð sveitarfélagsins. Þetta var engin afgreiðsla í þessu máli, þetta er upplýsingagjöf til fulltrúa í ráðinu og við erum þarna með áheyrnarfulltrúa sem sitja líka. Þar sitja foreldrar leikskólabarna meðal annars, þar sitja leikskólastjórnendur og þetta er eðlilegt upplýsingagjafar mál stöðu innritunar í leikskóla sem við höfum rætt reglulega hér í 4 ár. Þetta er alveg magnað og þegar að forseti sem vill svo til að formaður menntaráðs bar upp erindið í byrjun fundar líkt og gert hér líka í stóli bæjarstjórnar og líka gert í bæjarráð og öðrum ráðum að þá var vinsaleg tilnefning að við værum með nýjar upplýsingar innritunarstöðu í leikskólanum okkar hvort við mættum bera upp erindi til að fá upplýsingar. Og það voru 3 fulltrúar sem samþykktu það, 2 sem vildi ekki vita það. Og aftur, ég skal fúslega biðjast afsökunar á því að þetta kom ekki upphaflegt fundarboð, en það er sent með fyrirvara og oft áttar maður sig á að það vantar eitthvað eða maður vill vita upplýsingar og það er ekkert óeðlilegt við það. Og ég hef aldrei, allavega man ég ekki eftir því í mínum bæjarstjórnarstól að það eru fulltrúar sem neita að taka mál á dagskrá í upplýsingagjöf leikskólamál. Orðið laust í fundargerð menntaráðs. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti. Nú ger ég hluti sem ég geri stundum þegar að umræðan fer svona víðan völl að fara í gögn. Og mér finnst alltaf svolítið gaman að fara tilbaka og skoða hlutina svona í ljósi sögunar líka. Þegar ég les fundargerðina og bókun Sjálfstæðisflokksins undir innritun í leikskóla því máli, þá finnst mér áhugavert að það kemur fram að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að embættismenn og starfsmenn Reykjanesbæjar sé að bregðast vel við þeirri gagnrýni sem hefur verið á stöðu leikskólamála í sveitarfélaginu. Bara eins og þetta hafi bara gerst svona síðsona. Það var eiginlega svona, ég tók það svolítið með mér að ástæðan fyrir því að við erum að koma börnum í sveitarfélaginu okkar, óháð meira og minnihluta, af því að við erum búin að vera með svo góða gagnrýni á embættismenn að við erum loksins búin að ná þessu markmiði. Og þarna ætla ég að fara aftur í tímann og fara til ársins 2022 og hér skjalið í minni tölvu bara dagsett í ágúst þegar það var síðast uppfært hjá mér, þannig að það hefur verið búið til fyrir þann tíma, enda þetta málefna samningur meirihluta 2022 til 2026. Þar stendur, með leyfi forseta, uppbyggingar áformum í leikskólamálum verður fylgt eftir og 18 mánaða börnum tryggð leikskólavist. Þannig að ég myndi allan daginn segja að þetta bara þetta samvinna, þetta átak, þetta rosalega mikil vinna sem liggur þarna að baki, ekki bara að reisa hús, heldur líka að reyna eftir fremsta megni að styðja við faglegt starf í leikskólanum okkar, sem við höfum gert með mjög fjölbreyttum hætti og þurfum að halda áfram. Þannig að mér finnst svolítið undarlegt að snúa þessu yfir í það að ástæðan fyrir því að við erum komin á þennan stað af því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur gagnrýnt þetta svo mikið að embættismenn og starfsmenn eru loksins að bregðast við þessum vanda. Ég held við ættum frekar öll sem eitt að því að hér hefur þessu líka verið haldið fram í fjölmiðlum lengi að hér séu börn fermingu að komast inn í leikskóla, að við ættum bara að fagna því að yngri börn eru í meira mæli að fá inngöngu í leikskóla hjá okkur og að þessi þróun endurspegli skýran vilja okkar allra til að þjónusta fjölskyldur vel. Það sem mér finnst líka skipta máli að foreldrar eins og skólapúlsinum, þeir lýsa þar mikilli ánægju með leikskólan okkar. Börnunum líður vel, njóta góðs af því metnaðarfulla starfi sem þar fer fram og við erum stolt af þessu öllu saman. Og sama tíma að þá held ég að næsti fókus hjá okkur af því við höldum áfram að standa vörð þennan hluta skólastarfsins okkar sem fyrsta skólastigið, að það mjög brýnt fyrir okkur að huga því að styrkja áfram undirstöðu leikskólastarfs. Ekki missa sjónar af því. Tryggja það að starfsfólk og stjórnendur búi við góða starfsaðstæður sem styðja þá við faglegt starf, við vellíðan, við stöðuleika og góðan rekstur. Og við þurfum öll að vera saman í liði svo að þetta gangi. Við höldum áfram að styðja við leikskólan okkar til þess að þau geti eflt fagmennskuna innan þeirra starfsstöðva með markvissu stuðningi frá okkur öllum hér, ekki bara við séum að benda eitthvað sé einhverjum einum að þakka, þetta bara samhent átak og við verðum bara að halda þessu áfram. Okkur var einhverjum boðið á erindi sem var í streymi þar sem að við vorum með alls konar fagfólk frá ýmsum stöðum, háskólanum, frá kennarasambandinu, formanni félagsleikskóla, kennara, þar sem var verið að tala hættið að tala niður til leikskóla, tala skort, tala þetta með neikvæðum hætti.
förum að tala fagmennskuna, tölum vellíðan, tölum af jákvæðni leikskólasamfélagið. Þannig að mér langar bara að skilja það eftir hér, að uppbygging leikskólamála snýr ekki að því að við séum að gagnrýna út í hið óendanlega og þá gerast hlutirnir. Við þurfum bara að koma saman og láta hlutina virka, af því að það er það sem skiptir íbúa máli, að samfélagi virki. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að taka undir með bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu. Bara mjög gott innlegg. Ég ætla líka bara, skulum ekki gleyma því að á þessu kjörtímabili voru einmitt 3 leikskólar á 4 árum. Á meðan að fjölgunin var mikil. Þannig að þú veist að sama skapið, þá bara verðum við að fagna þessu. Þetta er bara vel gert. Og takk starfsfólk. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Það er áhugavert að hlusta á að sérstakur fulltrúi starfsfólk skuli alltaf koma upp eins og við séum að gagnrýna starfsmenn bæjarins. Og ég skil það ekki. Ég skil ekki að ég þurfi alltaf að fara hingað upp að við eigum svo frábært starfsfólk og hætta að vera að bauna á það og hætta að tala svoleiðis og tala niður og eitthvað svoleiðis. Ég held að við séum öll sammála því að við erum með frábært starfsfólk á leikskólanum. En ég allavega skildi bókunina bara allt öðruvísi við þig. Það verður bara að segja alveg svo er. Vegna þess að það sem hefur verið gagnrýnt frá því að fulltrúinn Ríkharður Ibsen kom inn í fræðsluráð, eða menntaráð fyrirgefiði, er að tölfræðigögnin eru bara ekkert í lagi. Og það er bara, það er eitthvað sem hann hefur verið að gagnrýna aftur og aftur. Tölfræðin hefur ekki verið í lagi. Og þegar það kemur bókun frá meirihluta að nú sé verið að bjóða þessum á 2024 og svo verið að bjóða 2025, að þá er verið að segja að það er bara frábært að verður að koma í gott horf. Hann segir það ekki, hann segir bara að embættið sé að bregðast þeirri gagnrýni sem hefur verið stöðu leikskólamála í sveitarfélögum. Ljóst er að það verður áskorun að koma þessum málum í gott horf. Brýnt er að fylgja þessari vinnu eftir svo við sjáum betri tölfræði sem til stendur að kynna í maí. Við verðum að hafa tölfræði, hvernig erum við að standa okkur, hvenær erum við að taka fólk inn og svo framvegis. Hérna fyrir fram að mig er ég með graf, þar sem er talað hlutfall 1 til 5 ára barna í leikskólum eftir landsvæðum. Og ástæðan fyrir þessu er svo að það er verið að tala að lögfesta leikskólastigið, að ákveðnir aðilar hafa stigið fram og vilja lögfesta leikskólastigið og það var ákveðin nefnd sem að leggja það til að unnið verður að því. Og þá kemur hér hlutfall 1 til 5 ára barna í leikskólum eftir landsvæðum. Á Vestfjörðum eru 97% barna 1 til 5 ára á leikskólum, Norðurland eystra aðeins minna og eitthvað, Reykjavík, eða Suðurlandi, við skulum bara fara inn í Suðurlandi, er með 87%, Reykjavík er með 86%, en Suðurnesin, þar sem við erum langstærst, þar eru hlutfall 1 til 5 ára barna á leikskólum á Suðurnesjum 77%. Þannig að það er ekkert skrítið þó að það sé verið að ræða þessi mál. En bókunin snýr að því sem við höfum verið að gagnrýna, að tölfræðin verður að vera í lagi. Það er miklu betra, síðan þegar við erum að ræða efnislega þetta, að það er að taka þá umræðu hvernig standa málin virkilega. Ef eru 3 börn 2025, eru öll börn 2025 eða hvað eru mörg 2024, eru öll börn 2024 komin inn. Það sem við erum að heyra hjá foreldrum, það var bara síðast núna helgina, þá heyri ég einni móður sem segir, barnið mitt er að vera 3 ára og það er að komast inn. Og svo stöndum við hér og erum að karpa svona hluti, þannig að tölfræðin verður að vera í lagi. Forseti vill aðeins bregðast hérna við, líkt og var sagt hér áðan að
þá eru 233 börn í sveitarfélaginu fædd árið 2024 sem eru komið með annarkvort búin að hefja leikskólagöngu í leikskólum bæjarins eða eru komið boð að hefja það núna í síðasta lagi í sumar. Tölfræðigögn það, þetta er fjöldi barna og fjöldi plássa. Og svo það sé sagt, á fundum menntaráðs þá situr ráðið eftir í lok fundar og vinnur fundagerðina saman og ræðir hana. Þannig að það á ekki að koma neinum á óvart hvað er að ræða og við hvað er átt. Það er stundalýðræði á fundum menntaráðs og í fundagerðasköpum í lok fundar, svo það sé sagt. Mikilvægt að halda því fram. Nú er vinna í gangi líkt og hefur komið fram hjá leikskólastjórnendum bæjarins að rýna þau pláss sem eru eftir að búið er að innrita öll 2024 börnin til að sjá hvar er hægt að bjóða 2025 elstu börnum inngöngu. Og við höldum okkur við það kerfi sem við höfum haft að elstu börnin fá inngöngu fyrst. Þannig að það á ekki að koma neinum óvart. Meirihluti bæjarstjórnar er með bókun mál 5, innritun í leikskóla, sem segir meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fagnar þeim góða árangri sem náðst hefur í fjölgun leikskólaplássa á kjörtímabilinu. Fjölgað hefur 3 leikskóla í sveitarfélaginu, leikskólana Asparlaut, Drekadal og Tjarnarlund. Ánægjufréttirnar eru þær að öll börn fædd árið 2024 hafa fengið úthlutað leikskólaplássum í sveitarfélaginu og nú er verið að greina stöðu plássa til að bjóða næst börnum sem fædd eru á árinu 2025. Meirihluti bæjarstjórnar hefur forgangsraðað fjárfestingum og uppbyggingu í sveitarfélaginu fyrst og fremst í þágu barna og ungmenna. Það er því mjög ánægjulegt að sveitarfélagið er að uppskera fjölbreytni í uppbyggingu á faglegum leikskólum. Það er í hag barna að komast á leikskóla fyrir félagsþroska þeirra, það er í hag foreldra að komast á vinnumarkaðinn og það er í hag fyrirtækja að Reykjanesbær sé öflugt sveitarfélag með góða grunnþjónustu. Það verður því að segjast að það sé dapurlegt að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins geti ekki fagnað þessu merka áfanga í hag fjölskyldna í Reykjanesbæ. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem samanstendur á stjórnmálaflokkunum Samfylkingu, Framsókn og Beinni leið standa vörð hagsmuni barna og fjölskyldna þeirra. Við erum stolt af uppbyggingu leikskóla og fjölgun plássa og fögnum því að 18 mánaða börn og yngri fái úthlutað leikskólaplássum síðar á árinu. Bókun lýkur og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Orðið er laust fundargerð menntaráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsalast gefa merki og hún er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, þá erum við komin, kæru bæjarfulltrúar, að máli málana, 5. málun okkar hér í kvöld, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 16. apríl síðastliðnum, orðið er laust og hér er Hjörtur Magnús Guðbjartsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, góðir gestir, sannarlega mál málana, höfnin, atvinnu- og hafnaráð. Þetta var nú kannski ekki burðugasti fundur okkar á kjörtímabilinu en engu að síður mikilvæg mál þar á meðal og bara þar fyrst að nefna fjármál Reykjaneshafnar en stjórn atvinnu- og hafnaráð réttara sagt samþykkti 30 milljóna króna hækkun á yfirdráttarheimild en þetta er eingöngu varúðarráðstöfun í ljósi þess að framkvæmdir hafa gengið vel og mögulega munu þær ganga enn hraðar núna með hækkandi sól í Njarðvíkurhöfn og því mikilvægt að við getum greitt á reikninga sem koma upp sem hafa eingöngu verið greiddir hingað til af EIFM. Starfsmannamál Reykjaneshafnar samþykkt var og það var algjör samstaða það í ráðinu að þarna væri góð breyting á vaktafyrirkomulagi starfsfólks og leyfi ég mér að fullyrða að bæjarfulltrúi Alexander leiðrétti mig þá annars að það hefur verið aðal áhersla ráðsins hafi verið
að starfsfólk hafnarinnar væri sátt við þetta fyrirkomulag því að það er starfsfólki sem þarf að vinna eftir þessu vaktakerfi og hefur reynst okkur gífurlega vel í undirmönnun síðustu ára og hreint út sagt kraftaverk að hvað þeir hafa lagt mikið í sölurnar fyrir fyrirtækið og þeim ber að þakka. Framkvæmdir eins og áður sagði í Brimvarnargarði við Njarðvíkurhöfn ganga mjög vel og hægt er að skoða framgang verkefnisins meira á YouTube. Ég geti nú mögulega gert það opinbert en mælingamenn IAVF hafa tekið drónamyndbönd af framkvæmdunum og það er mjög gaman að fylgjast með þessu úr lofti hvernig þetta verður allavega fyrir lúða eins og mig sem er gaman að horfa á stóru tækin vinna og svona. Skipulagi í Helguvík er loksins að ljúka og þannig að hægt er þá loksins að fara að framkvæma þar á NATO-kantinum og svo náttúrulega voru smá áhyggjur með nafngift í sjöttamáli. Vesturbakkinn hefur ekki verið vinsælt nafn í öðrum löndum þannig að við höfum smá áhyggjur af þessu en hugmyndir eru uppi og nýjan viðlegukant þar. Síðan að lokum langar með að nefna minnisblað frá Katigó varandi verk og vit sem við tókum þátt í bæði Reykjaneshöfn og Reykjanesbær og mjög gott og þarft minnisblað hvað má betur fara og hvað fór vel og eitt af því sem ég nefndi í þessari svona eftir á skoðun var að því að mér lánaðist að leysa sviðsstjóra af hálfan dag á föstudeginum á sýningunni og ég veit að bæjarstjóri stóðar vaktina allan laugardaginn sem getur nú verið strembið svona heilan dag að þá langar mig að leggja til og vera búin að segja það uppátt í ræðustól að kjörnir fulltrúar verði fengnir til þess að manna básinn í meiri mæli á næstu sýningu sem er þá væntanlega eftir 2 ár. Bæði fyrir okkur, mjög gefandi. Það var alveg ótrúlega skemmtilegt og áhugavert að standa vaktina þarna og hitta fólk og svara spurningum. Sérstaklega því að það voru mjög lifandi og góða myndir frá Reykjanesbæ til sýnis. En ekki síður bara til þess að því að þetta er helgi meðal annars, þannig að við tökum þátt í þessari vinnu sem er sannarlega markasetning og kynningastarf á bænum okkar. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Ég kem hér undir fundargerð atvinnu- og hafnaráðs og byrja kannski á að taka það fram að ég hef enga ástæðu til að leiðrétta bæjarfulltrúa Hjört Magnús. Hann fór með rétt máli 2. En mér langaði aðeins að koma hér undir máli 4, Njarðvíkurhöfn skipulag. En þar var farið yfir stöðu mála við aðal- og deiliskipulag í Njarðvíkurhöfn og jafnframt skoðaðar ýmsar útfærslur í tengslum við vegtengingar inn á svæðið. Og kannski í tengslum við það mál sem mikil tími hefur farið í hér á þessum fundi, að þá langar mig bara aðeins að ítreka. Ég vísu kannski ekki ítreka, ég kannski saknaði svolítið að sjá ekki bara í þeim tillögum einhverjar útfærslur á í raun þeim tengingum sem þurfa að koma við Njarðvíkurhöfn, af því að það hefur hugsanlega áhrif á hringtorg við Grænás og gatnamótin við Bólafót og Sjávargötu. Þannig að ég bara langar svona að skora á þegar farið verður í þessa deiliskipulagsvinnu að þetta verði haft í huga, þessar tengingar sem þurfa að koma þarna í áframhaldi. Þannig að við fáum þetta nú bara, þegar við fáum hérna deiliskipulag á þetta, að það komi þá eitthvað sem að við verðum öll sátt við og þetta hendi í áframhaldandi
vinnu eða vegagerð sem þarf að koma við tengingu við Njarðvíkurhöfn. Þannig að ég vildi nú bara koma því að. En svo langar mig kannski líka aðeins að taka hérna mál 10, verk og vit. Og ég var svo sem eins og kannski margir aðrir átti ekki heimagengt og komst ekki á sýninguna. En ég held að við bæjarfulltrúar eigum að taka þetta til okkar og eigum að mæta þarna. Því að ég held að þessi kynning sem var þarna og var held ég glæsileg og ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir sveitarfélagið okkar að við stöndum vel að þessu og þarna erum við að fá, þarna koma verktakarfyrirtækiseigendur og annað og ég held að þetta sé bara rosalega góðu vettvangur fyrir okkur að kynna okkur og hvað við höfum upp á að bjóða. Takk. Já, kæra þakki fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Og hér hafa ekki fleiri hvatt til hljóðs þessi samþykkja fundargerðina vinsælast gefumerki og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir það. Nú við höldum ótrauð áfram kæru bæjarfulltrúar og eru komin hér að 7. máli Myllubakkaskóli stækkun og íþróttamannvirki. Forsaga þessa máls er sú á fundi bæjarstjórnar nr. 716 sem haldinn var 7. apríl síðastliðinn lagði Sjálfstæðisflokkurinn fram bókun undir fundargerð bæjarráðs sem hljómar svo. Nei, afsakið. Hér í bæjarstjórn. Á bæjarráðsfundi þann 1. apríl síðastliðinn var kynnt samþykkt stjórnar Eignasjóðs að byggt verði stærra íþróttahús við Myllubakkaskóla en gert var ráð fyrir í upphaflegri áætlun. Stækkun er alls 138 fermetrar brúttó. Þar sem stækkaður er íþróttasalur og bætt við geymslu en fyrir breytingu var heildarstærð íþróttasals 720 fermetra brúttó. Í fundargerð Eignasjóðs kemur fram að kostnaðurinn rúmist innan heildar fjárheimilda verkefnisins. Bæjarráð samþykki 5.0 stækkunina og ítrekar að það feli ekki í sér kostnaðaraukningu við heildarverkefni. Sjálfstæðisflokkurinn óskar því eftir að fá skýring á því hvernig það getur staðist að þessi mikla hlutfallslega stækkun feli ekki í sér kostnaðaraukningu við heildarverkefnið. Er verið að skera niður annars staðar í verkefninu á móti. Sjálfstæðisflokkurinn telur að þessi stækkun sé mikilvæg og samþykkir hana en leggur áherslu á að fylgst sé vel með kostnaði við allar framkvæmdir. Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir svari á næsta bæjarstjórnarfundi sem kæru bæjarfulltrúar er hér í dag. Nú, deildarstjóri eignaumsýslu Reykjanesbæjar tók fram eftirfarandi svar fyrir hönd sveitarfélagsins sem hljómar svo. Helsta ástæða þess að ekki verður kostnaðarauka við stækkunina að ræða er að rými sem er verið að stækka eru ekki eins kostnaðarsöm eins og væri verið að byggja hefðbundna fermetra. Hönnun miðast við að byggja stækkunina á sem hagkvæmastan hátt án þess að slaka á gæðum. Í upphaflegri kostnaðaráætlun verksins hefur verið stuðst við viðmuna fermetraverð fyrir skóla íþróttahús. Miðað við stöðu verkefnisins í dag teljum við að ekki sé þörf á auknu fjármagni í íþróttahúsi. Svo fer hann yfir annars vegar geymsluviðbót og hins vegar íþróttahús stækkun 64 fermetra. Tekið er mið af því að stækkunin rúmist innan burðarþols ramma, krafta og ekki þurfa að fara í sérstakar undirstöður eða stærri bita í þaki þrátt fyrir stækkunina. Við hönnun hússins er gert ráð fyrir að fara í hagkvæmari byggingalausnir án þess að slaka á kröfum og er sú vinna í gangi. Farið verður í frekari hagræðingar í innkaupum á burðarvirki og farið verður í hagræðingar í innkaupum á búnaði. Og hvað varðar geymsluviðbótina sem er alls 74 fermetrar segir hönnun og geymslu er utan á núverandi vegg, klæðningar færast í utar á vegginn, byggingin er lágreist, verið er að byggja ódýrara fermetra heldur en hefðbundna. Ekki er verið að skera niður eða slaka á kröfum í verkefninu en þegar horft er til heildar fjárheimilda verkefnisins þá hefur frá upphafi verið leitast við að reka verkið á sem hagkvæmastan hátt og leita leiða til ráðdeildar og aukinna framleiðar bæði frá verktökum og byrgjum. Ljóst er að það hefur gengið vel og því er það megin ástæða þess að ekki er þörf á viðbóta fjármagni þar sem frá heildarkostnað verkefnisins er í dag. Lýkur lestri.
Hér komin skýring frá okkar frábæra deildarstjóra eignaumsýslu sem að stýrir verkinu. Þannig að þetta mál hér lagt fram til upplýsinga, ekki til sérstakrar afgreiðslu en að sjálfsögðu opið til umræðu. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það örugglega ekki mikil ánægja með það þegar að pólitískir fulltrúar að koma með svona fyrirspurnir og tekur það tíma frá öðrum verkum og við höfum fulla skilning á því. Þannig að við höfum verið að reyna að halda að okkur höndum með svona mál en okkur fannst þarna, þar sem verið var að stækka íþróttahús eða bæta við geymslu og stækka íþróttahús upp á 140 fermetra, fannst okkur skrítið að kosta ekki neitt. Og þess vegna þökkum við kærlega fyrir þetta svar og þetta greinargott svar og skýrir á margan hátt hvað ræðir. En þar sem að við erum mjög upptekin af að verið sé að halda utan kostnað, að þá hefðum við haldið að það hefði lækkað þá áður en þessi stækkun var heildaráætlunin, af því að mikil hagræðing hefur átt sér stað og síðan hækka þá aftur ef þarna verið að bæta í fermetrum, en gott og vel. En með leyfi forseta að þá leggjum við fram eftirfarandi bókun og mun ég lesa hana hér. Sjálfstæðisflokkurinn þakkar fyrir svör við fyrirspurn flokksins þar sem við spurðum hver væri helsta ástæða þess að ekki verði kostnaðarauki við stækkun á íþróttahúsi 64 fermetra og viðbótargeymslu 74 fermetra. Í svari Reykjanesbæjar kemur meðal annars fram eftirfarandi. Í fyrsta lagi að við hönnun hússins gert ráð fyrir að fara í hagkvæmari byggingarlausnir án þess að slaka á kröfum og sú vinna í gangi. Í öðru lagi að farið verður í frekari hagræðingar í innkaupum á burðarvirki. Í þriðja lagi farið verður í hagræðingar í innkaupum á búnaði og í fjórða lagi að leita verður áfram leiða til ráðdeildar og aukinar framlegðar bæði frá verktökum og byrgjum. Þetta sem sagt með bara, svo ég víki aðeins frá bókuninni, að það stendur í svari Reykjanesbæjar kemur meðal annars fram. En það svörin mun lengri og ég þakka forseta fyrir að lesa þau upp áðan. Og ef ég held áfram að lesa bókunina að þá segjum við hér, Sjálfstæðisflokkurinn fagnar því að verið sé að hagræða og leita hagkvæmustu leiða, þannig að sparnað verður að heildarverkefninu, þrátt fyrir að erfitt sé að sjá þennan mikla sparnað. Endurbætur við skólann voru upphaflega rúmlega 4 milljarðar og eru nú áætlaðar í heild sinni 6 milljarðar. Undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Alexander Ragnarsson og Margrét Þórarinsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Forseti að skilja bæjarfulltrúa Margréti Sanders rétt að þið eru að horfa í upphaflega kostnaðartölu og miða við núverandi uppreiknaða kostnaðartölu? Yfir 5 ára tímabil með verðlagsbreytingum, hækkun á aðföngum og vöxtum. Og það að bera saman töluna hlið við hlið? Ég þakka Guðni Birnu forseta kærlega fyrir spurninguna, enda skýrir þetta einmitt í þeim bókunum sem við höfum lagt fram. Þar sem að við höfum uppreiknað og þar sem að við höfum gagnrýnt á uppreikningi sem að við höfum fengið frá ykkur að öll upphæðin alltaf uppreiknuð. Og þess vegna mjög flókið vegna sem við höfum ekki fengið að fyrsta árið ef að það 1 milljón að þá síðan restin uppreiknuð og svo svo höldum við áfram þannig að uppreikna. Við nefnum 4 milljarðar vegna þess að í upphaflegu áætluninni var ekki gert ráð fyrir lóðinni og þess vegna vorum við ekki með, þá sögðum við 6 milljarðar, ekki 6,3 af því að þetta 300.000 sem var áætlað þá eða reyndi síðan vera lóðin.
Aftur á móti uppreiknað heildarupphæðin þennan allana tíma, ef að þetta hefði allt gerst á punktunum í dag, erum við að tala um 5,5 milljarðar. En það er ekki svoleiðis, vegna þess að framkvæmdin er búin að vera smátt og smátt reikna og við höfum bara ekkert fengið það uppgjert vegna þess að samkvæmt upplýsingu sem við höfum fengið að það er ekki sérstakur lykill fyrir Myllubakkaskóla, heldur eru almennt framkvæmdir þetta. Við ætlum að reikna þetta upp á krónu og bréf. Það er bara hreinlega ekki hægt að sögn þess sem að við spurjum. En ef við reiknum alla upphæðina, þá er þetta í kringum 5,3, 5,4 milljarðar, en það bara passar ekki vegna þess að það er svo mikið búið að framkvæma löngu áður, sem er þá ekki vísitölureiknað eða vísitölureiknað að hluta til. Flókið, en þetta er sanngirnin í málinu. Enda segjum við að upphaflega upphæðin hafi verið 4 milljarðar og er komin upp í 6 milljarða og hver heilvita maður getur reiknað það út að vísitalan hefur ekki verið á þessum tíma svona há. Forseti gerir hér stutt fundarhlé.
Kæru bæjarfulltrúar og íbúar sem eru heima að horfa, við þurfum að taka hér örstutt hlé til að bregðast við ákveðnum fullyrðingum hér áðan. En meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar mun lesa upp hér bókun í rauninni í 2 liðum út af því að hún fjallar sama málefnið. Og hljóðar svo. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar því að búið að taka ákvörðun stærð íþróttahússins við Myllubakkaskóla. Með því að stækka húsið lítillega frá fyrstu tillögu hægt að nýta húsnæði með fjölbreyttara hætti og það án þess að hækka framkvæmdakostnað. Ástæða þess að stækkunin rúmast innan heildarkostnaðar áætlunar samkvæmt deildarstjóra eignaumsýslu sú að rými sem verið að stækka eru ekki eins kostnaðarsöm eins og væri verið að byggja hefðbundna fermetra og hönnun miðast við að byggja stækkunina á sem hagkvæmastan hátt án þess að slaka á gæðum. Það því ekki verið að skera niður eða slaka á kröfum í verkefninu en þegar horft til heildar fjárheimilda verkefnisins þá hefur frá upphafi verið leitast til að reka verkið á sem hagkvæmastan hátt og leita leiða til ráðdeildar og aukinna framleiða frá bæði verktökum og byrgjum. Þetta, kæru bæjarfulltrúar, fyrri hluti bókunar meirihlutans og hér hljóðar sá síðari. Líkt og farið hefur verið yfir með fulltrúum Sjálfstæðisflokksins tvisvar áður í bæjarstjórn var upphafleg framkvæmdaáætlun Myllubakkaskóla fyrir mannvirkið eingöngu alls 4.372 milljónir. Þegar litið til heildarkostnaðar verkefnisins með mannvirki, lóð, búnaði, hönnun og verkefnastýringu þá áætlaður heildarkostnaður 6.321 milljón. Verkinu ólokið og enn innan fjárheimilda. Það algjört lágmark að bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar vitni í réttar upplýsingar. Bókun meirihlutans lýkur. Aftur, þetta mál hér lagt fram til upplýsingar, þetta ekki til afgreiðslu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir máli 6 Myllubakkaskóla stækkun á íþróttahúsi? Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. 14. júlí 2022 var lagt fram í bæjaráði kostnaðaráætlun á verkefninu upp á 3.957.890.000. Þar kom fram eingöngu að lóðin væri ekki inni því. Síðan, þrátt fyrir að hafa tekið ákvörðun út frá þessum upplýsingum og út frá þessum tölum á meðan að við vorum með upplýsingar frá öðrum sveitarfélögum svo sem Mosfellsbæ að þar kostaði nýr skóli 4 milljarða með öllu, að þá stóð þar að þetta væri eingöngu að það vantaði eingöngu lóðin inni. Ég sagði áðan að lóðin hefði verið áætluð 300 milljónir, það ekki rétt hjá mér því að lóðin samkvæmt áætlun sem að deildarstjóri eignaumsýslu sem við nefndum aldrei en þið gerðuð setti í gögnin hjá sér að þá lóðin sem sagt 155 milljónir. Og þá sem sagt upphaflega áætlunin eins og hún var lögð fyrir og samþykkt í júlí 2022 þá 4,1 milljarður ef að við leggjum lóðina við. Aftur á móti, þegar að síðari upplýsingar koma fram, þá áfram inni þessi 3,9 milljarðar og ef að við segjum að það hefði bara verið allt í lagi að gleyma hluta af öllu þessu, að þá getum við dregið af sem að ég gerði hér þegar ég hef uppreiknað þetta með allt og sanngjörnum hætti, að þá dró ég einmitt eftir upplýsingar sem komu eftir á skýring, þá dró ég frá hönnun og ég dró frá innkaup og svo sérstök hönnun íþróttamannvirkis upp á 40 milljónir sem komin inn líka, innkaup á búnað og tækjum sem tengjast framkvæmd og síðan ég skil ekki alveg af hverju það ekki inn í þessu upphaflega og svo hönnun, verkstýring, eftirlit og byggingastjórn.
og þá fáum við út að áætlunin ætti að vera núna með vísitölu útreikningi á öllu heila klappinu. Að þá erum við að tala að við erum að tala að framkvæmdin hafi farið milljarð fram yfir. Í bókuninni þar sem ég er að sýna ykkur fram á, að þá er ég eingöngu að tala að upphaflega áætlun var 4 milljarðar og er núna 6. Það munar 2 milljónum. Það vita það allir að það er orðin vísitölu uppreikningur á þessu. En við höfum aldrei fengið hann eins og á að gera þetta. Vegna þess að það hefur ekki verið lækkað, það er alltaf tekin heildarupphæðin. En við í Sjálfstæðisflokknum óskum núna eftir að gert verði hlé, þannig að við viljum koma með bókun á móti þessari bókun ykkar. Virðulegu bæjarfulltrúar, hér erum við að ræða stækkun á íþróttahúsi Myllubakkaskóla. Við höfum rætt heildarfjárfestingarverkefni Myllubakkaskóla hér tvisvar í bæjarstjórn, einu sinni í bæjarráði. Þetta er ekki máli sem ræðir hér, heldur stækkun og fyrirspurn hvort að stækkun á íþróttahúsi Myllubakkaskóla rúmast innan fjárheimilda. Og hér er komið svar við því. Ef að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ætla að fara í 3. skipti að fara yfir fjárfestingaráætlun skólans í heild sinni, þá þarf að bera fram það sérstakt mál. Hér erum við að ræða stækkun á íþróttahúsi Myllubakkaskóla. Og það er ekki mál til samþykktar. Hér er lagt fram svar starfsfólks við fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins stækkun á íþróttahúsi. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, ég þakka forseta fyrir að leyfa mér að koma hérna upp í 3. skiptið. Það í svari vegna þessa máls sem stækkun á íþróttahúsi er sérstaklega tekið fram að það sé búið að stýra þessu svo frábærlega og heildarsparnaðurinn svo mikill og innkaupa og kostnaðar við innkaup og kostnaður við burðarvirki og allt þetta sé svo hagstætt að þetta sé búið að lækka heildarkostnaðinn. Það kemur margoft fram að heildarfjárheimildir vegna verkefnisins séu þannig og heildarstýringin, heildarkostnaðurinn og heildarstýringin sé það frábær að það var hægt að bæta við 140 fermetrum án þess að væri meiri kostnaður á verkefninu. Þess vegna fer umræðan heildarverkefni því að svarið er heildarverkefni. Þannig að við ítrekum það að við óskum eftir líka að svara bókunin ykkar sem svaraði líka varðandi heildarverkefni. Forseti gerir hér stutt fundarhlé.
Kæru bæjarfulltrúar og gestir heima í stofu, hér erum við byrjuð aftur á fundi bæjarstjórnar og hingað hefur beðið orðið Margrét Sande sem forseti leyfir hér að koma upp í 4. sinn undir upplýsingagjöf íþróttahúsið við Myllubakaskóla. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil þakka forseta fyrir heimild að koma í 4. skipti og biðst innilegar afsökunar á þessum hléi. Það er ástæða fyrir því að við höfum talað heildarkostnaðinn, það er vegna þess að vegna betri stýringar og hagstæðari innkaupa og fleira, þá var borð fyrir báru miðað við þessa 6,3 milljarða sem voru í áætlun. En við vorum búin að reikna okkur niður, við vorum í vandræðum með að reikna vísitölureikna, þannig að það sem við gerum núna er að vísitölureikna alla upphæðina. Og það þýðir það að 4 milljarðarnir verða 4,7 milljörðum og til þess að gæta allra sanngirni, þannig að þá drögum við frá hönnunarkostnað og drögum frá það sem að kemur fram hjá meirihlutanum og einnig lóðina og þar fáum við þessa tölur. Og með leyfi forseta þá mun ég lesa upp þessa bókun sem að kemur frá okkur. Sjálfstæðisflokkurinn undrast það að meirihluti bæjarstjórnar Samfylkingar, Framsóknar og Beinnar leiðar skuli draga í efa útreikning flokksins að verkefni hafi verið farið fram úr áætlun. Ef allt verkefni Myllubakaskóla með íþróttahúsinu meðtöldu var áætlað á sínum tíma 4 milljarðar án lóðar en síðar kom fram að það væri án hönnunarkostnaðar sem þó kom ekki fram í upphafi. Með þeim framreikningi er heildarkostnaðurinn 4,7 milljarðar ef allt vísitölu uppreiknað sem er ekki rétt að gera. Ef dregið frá núverandi 6,3 milljörðum hönnunarkostnaður og lóð, þá er uppreiknaður kostnaður 5,4 milljarðar. Mismunurinn er því rúmlega 700 milljónir. Og undir þetta rita Margrét Sande, Guðbergur Reynisson, Alexander Ragnarsson og Margrét Þórarinsdóttir Sjálfstæðisflokki. Ég vil biðja Guðberg Reynisson afsökunar, hann skammaði mig mikið áðan og sagði að ég hefði sagt Guðbrandur í ræðustólnum áðan. Ég kannast ekki við það en eflaust hef ég gert að miða við en það er gott að hafa einn flissara sem að það átta ég mig á því að þetta verði ekki rétt. Ég byrst afsökunar á því. Auðfús flissari. Já, virðulegu bæjarfulltrúar, hér er bókaflóð og vill meirihluti svara bókun með annarri bókun. Sem varðar í raun ekki stærð íþróttahús Myllubakaskóla, frekar en hér hefur komið fram, en það er samt hægt að tengja það við. Þannig að hér hljóðar önnur bókun meirihlutans Myllubakaskóla. Meirihlutinn ítrekar að þegar gerði kostnaðaráætlun á 4 ára verkefni, þá er ekki gert ráð fyrir vísitöluhækkun í upphaflegri kostnaðaráætlun, þar sem ekki er hægt að spá fram í tíma. Til þess að vera með raunkostnað hvers tíma þarf að reikna sig tilbaka því byggingavísitala hækka árlega. Auk þess var sérstaklega tekið fram þegar farið var yfir forsendur verkefnisins tvisvar í bæjarstjórn að efniskostnaður hefur hækkað umtalsvert eftir að stríðið hófst í Úkraínu og vegna COVID-faraldursins. Það verður að teljast sérstakt að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins treysti ekki sveitarfélaginu, hagdeild þess, stjórn eignasjóðs og starfsfólki eignaumsýslu til að setja fram réttar upplýsingar framkvæmdakostnað innan sveitarfélagsins. Meirihluti bæjarstjórnar minnir Sjálfstæðisflokkinn enn og aftur á að flokkurinn er með 3 fulltrúa í stjórn eignasjóðs. Bókun lýkur. Forseti ætlar hér að tæma umræðu málefni íþróttahússtækkun Myllubakaskóla og vill minna bæjarfulltrúa á það að við höfum þegar rætt málefni kostnað Myllubakaskóla verkefnisins sem er ólokið og er samkvæmt okkar sérfræðingum sem vinna í þessum málum alla daga enn innar fjárheimildir. En allavega, við skulum halda hér áfram
kæru bæjarfulltrúar. En við erum þá komin hér í 7. mál sem ársreikningur Reykjanesbæjar til fyrri umræðu og til að fylgja honum hér úr hlaði bæjarstjórinn okkar Kjartan Már Kjartansson. Gjörðu svo vel. Takk forseti, já. Ég ætla að fara hér byrja á því að fara hérna yfir skýrslu og áreitum bæjarstjórnar. Þetta náttúrulega fyrri umræða og við vitum að reikningurinn var og í bæjaráði síðastliðinn fimmtudag til umræðu og þar mætti fjármálastjóri og deildarstjóri reikningshalds. Þannig að þeir bæjarfulltrúar og þau ykkar sem sitja í bæjaráði hafa þegar fengið einhverja kynningu á svona helstu stærðum allavega og haft tækifæri til að spyrja. Og þaðan var reikningnum síðan vísað til endurskoðunar, en auðvitað eru endurskoðendur löngu byrjaðar að endurskoða en þeir eru ekki búnir, svo það er ennþá möguleiki á að eitthvað breytist, en það eru dæmi að það hafi gerst á milli umræðna. Þannig að ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í hvern einasta lið. Við langar með leyfi forseta að byrja á því að lesa hérna skýrslu og áreitum bæjarstjórnar og bæjarstjóra. Ársreikningur Reykjanesbæjar gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneyti sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum gerð grein fyrir reikningsskil aðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári. Svo koma hér nokkrar tölur. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2025 námu 42.355,6 milljónum króna samkvæmt samanteknu rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta, sem sagt fyrir samstæðuna í heild. Rekstrartekjur A-hluta bæjarsjóðs námu 28.537,7 milljónum króna. Þar voru laun og launatengd gjöld í samanteknum rekstrarreikningi námu 17.914,8 milljónum króna en stöðugildin voru 1328 í árslok og ársverk voru 1339. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 2.249,9 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 7.984,9 milljónum króna en að teknu tilliti til þeirra liða, auk tekjuskatts og hlutdeild minnihluta, var niðurstaðan jákvæð 2.254.200.000. Áætluð rekstrarniðurstaða í samanteknum ársreikningi samkvæmt upphaflegri fjárhagsáætlun var jákvæð 1.373,4 milljónir króna og nemur jákvætt frávik frá henni, þar að segja upphaflegri áætlun, því 880,8 milljónum króna sjá nánar í skýringu 27. Heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi námu 107.986,3 milljónum króna og heildareignir bæjarsjóðs námu 59.635,6 milljónum í árslok 2025. Heildarskuldir og skuldbindingar í samanteknum ársreikningi námu 64.528,4 milljónum króna og í ársreikningi bæjarsjóðs 38.937,9 milljónum króna í árslok 2025. Eigið fé í samanteknum ársreikningi nam 43.457,9 milljónum króna og eigið fé bæjarsjóðs nam 20.697,7 milljónum króna í árslok 2025. Íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs 2025 samkvæmt þjóðskrá var
25.576 íbúar og fjölgaði um 1,36% frá fyrra ári. Bæjarstjórn vekur athygli á skýringu 25 þar sem fjallað er fjárhagsstöðu og rekstrarhæfi samstæðunnar. Og skýring 25, ágætu bæjarfulltrúar, á blaðsíðu 26. Ég veit að þið eru með reikninginn. Þannig að ég ætla að hoppa beint í skýringu 25 á blaðsíðu 26. Og þar hún heitir fjárhagsstaða og rekstrarhæfi samstæðunnar. Bæjarsjóður Reykjanesbæjar og samstæða A og B hluta. Fyrirgefið. Samkvæmt rekstrarreikningi Bæjarsjóðs árið 2025 var rekstrarniðurstaða jákvæð 440 milljónir króna. Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 1140 milljónum króna. Eigið fé Bæjarsjóðs í árslok 2025 nam 20.698 milljónum króna og eiginfjárhlutfallið 34,71%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 5.141,3 milljónum króna, skammtímaskuldir 9.779,4 milljónum króna og veltufjárhlutfallið 0,53. Heildarskuldir og skuldbindingar Bæjarsjóðs nema 38.937,8 milljónum króna og skuldahlutfall samkvæmt því 136,44%, en skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 hins vegar 104,85% í Bæjarsjóði. Varðandi samstæðuna A og B hluta, samkvæmt rekstrarreikningi samstæða A og B hluta árið 2025 nam hagnaður af rekstri 2.254,2 milljónum króna, hagnaður fyrir fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld nam 5.437,6 milljónum króna, eigið fé samstæðu A og B hluta í árslok 2025 nam 43.457,9 milljónum króna og eiginfjárhlutfallið 40,24%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 13.896,6 milljónum króna, skammtímaskuldir 10.417,9 milljónum króna og veltufjárhlutfall 1,33. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu A og B hluta nema 64.528,4 milljónum króna og skuldahlutfall samkvæmt því 152,35%, en skuldaviðmið sem önnur stærð en skuldahlutfall samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 hins vegar 107,55% og sjá nánar í skýringu 26. Það mat bæjarstjórnar að rekstrarhæfi Reykjanesbæjar sé til staðar. Og þá heldur þessi skýring áfram á næstu blaðsíðu, það segja blaðsíðu 27 í drögum að reikningi og næsti kafli fjallar Reykjaneshöfn. Samkvæmt rekstrarreikningi Reykjaneshafnar nam hagnaður ársins 88,8 milljónum króna. Samkvæmt efnahagsreikningi var eigið fé hafnarinnar jákvætt 1.452 milljónir króna og eiginfjárhlutfall hafnarinnar jákvætt sem nemur 53,6%. Skammtímaskuldir 74,9 milljónir í árslok. Veltufjármunir í árslok 244,4 milljónir króna og veltufjárhlutfall 3,26. Takk. Handbært fé frá rekstri á árinu 2025 var jákvætt 193,6 milljónir króna. Vorið 2024 hófust framkvæmdir við Njarðvíkurhöfn sem miða að því að skapa þar betri hafnaraðstæður með því að byggja brimvarnargarð
sunnan við höfnina, auk þess að dýpka innsiglingu hennar og innan hafnarsvæðis. Fyrsta verkþætti sem fólst í dýpkun lauk í október síðastliðinn og í framhaldinu var boðin út bygging Brimvardagarðs. Í desember var undirritað samningur við íslenska aðalverktaka þá framkvæmd en þeir voru lægst bjóðendur í verkið en framkvæmdatíminn áætlaður 18 mánuðir. Þann 27. nóvember síðastliðinn var undirritað samstarfssamkomulag milli utanríkisráðuneytisins, Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar uppbyggingu á 25.000 rúmmetra eldsneytisbirgðageymslu og á 390 metra viðlegukanti í Helguvíkurhöfn. Framkvæmdin fjármögnuð af Mannvirkjasjóði Atlantshafsbandalagsins og mun Reykjaneshöfn sjá rekstur svæðisins að framkvæmdatíma loknum en verklok eru áætluð 2027. Á árinu undirritaði Reykjaneshöfn samstarfssamning við sænska félagið Nordic Port Group markaðssetningu Keflavíkurhafnar sem viðkomustaða fyrir smærri skemmtiferðaskip en samningurinn til 5 ára. Með þessum samstarfssamningi eru tekið markviss skref til að efla tekjustraum hafnarinnar í framtíðinni. Rekstrartekjur ársins voru rúmar 450 milljónir króna eða rúmum 18% hærri en rekstrartekjur síðasta árs. Vörugjöld ársins voru á pari við áætlun en aðrir tekjuliðir voru vel yfir áætlun ársins, til dæmis voru tekjur af ísturni 17 milljónum umfram það sem gert var ráð fyrir. Skýringin felst í því að framleiðendum á kælís hefur fækkað á suðvesturhorni landsins sem eykur eftirspurn hjá þeim sem eftir standa. EBITDA ársins rúmar 182 milljónir króna, afskriftir 44,5 milljón króna og fjármagnsliðir neikvæðir rúmar 48 milljónir. Rekstrarafgangur ársins var jákvæður tæpar 89 milljónir. Fjárfestingar ársins voru 210 milljónir króna, bæði í stærri og smærri verkefnum og þar vegur þyngst dýpkun Njarðvíkurhafnar en sá kostnaður var 166 milljónir árinu 2025. Svo koma hér nokkur orð eignarhaldsfélagið Fasteign ehf. Á árinu 2025 nam tap félagsins, það að segja Fasteignar ehf. 39.000 krónum. Eigið fé í árslok 2025 nam 1,6 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi að meðtöldu hlutafé að fjárhæð 2,8 milljónum króna. Árinu 2025 var engin starfsemi í félaginu. Og það má geta þess að einu útgjöld eignarhaldsfélagsins Fasteignar og 2 dótturfélaga þess félags sem heitir annars RBF, Fasteignafélag ehf. Og F5 heitir hitt félagið. Einu útgjöld þessara 3 félaga var útvarpsgjald til ríkisins. En eins og bæjarfulltrúar vita þá þarf hver lögaðili og hver kennitala að greiða útvarpsgjald og það ástæðan fyrir þessum tölum. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að fara nánar í þetta núna, ég gerir ráð fyrir að við munum fara nánar í allar tölur þegar endurskoðun lokið í síðari umræðu sem að framfer í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þriðjudaginn 5. maí næstkomandi. En ég fús að svara, ég með fullt af frekar uppsöngum ef bæjarfulltrúar að spyrja, þannig að ég get svara spurningum ef einhverjar eru. Kæra þakki fyrir þetta, bæjarstjóri. Orðið laust drög að ársreikningi Reykjanesbæjar fyrir árið 2025. Forseti vill kannski koma hér undir og þakka Kjartani Má fyrir fína yfirferð yfir drög að ársreikningi, en við hljótum nú öll að gleðjast samt hér í dag yfir ánægjulegum drögum, en þau eru að sjálfsögðu hér drög að ræða, þannig að það er mögulegt að einhverja stærðir breytist hér á milli funda. Þannig að við allavega í meirihlutanum mun ekki bóka neitt sérstaklega ársreikninginn að svo stöddu. En drögin eru mjög ánægjuleg fyrir okkur og rekstur sveitarfélagsins sem sýnir bara heilbrigðan rekstur
Þannig að ef ekki bæjarfulltrúar vilja tjá sig undir málefninu þá legg ég til að við vísum honum formlega til annarar umræðu þann 5. maí næstkomandi. Fær forseti samþykki fyrir því? Hér eru allir sammála því. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá hefur formleg dagskrá bæjarstjórnar verið hér tæmd. Við munum undirrita fundargerð bæjarstjórnar rafrænt og því lýsi ég fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 717 hér formlega slitið.